Góðan daginn öll sem öll. Við erum velkomin á málþing Náttúrufræðistofnunar íslenska refinn. Sunna Björk heiti ég og verð fundarstjóri hérna í dag. Í dag verður fjallað ýmsa þætti sem tengjast líffræði íslenska refastofnsins og vöktun hans. Meðal annars verður fjallað sérstöðu stofnsins, vöktunar aðferðir, erfðafræði og svipgerðir, áhrif hlýnandi loftslag á fæðuval, afræningatengsl og nýtt stofnlíkan. Þá verður einnig fjallað refaveiðar og veiðigögn auk þátttöku refaskipta í vöktun stofnsins. Að erindulokum verða pallborðsumræður. Við munum þó taka okkur hlé hérna miðbik dagskrár svo þið þurfum ekki að hafa mjög miklar áhyggjur af kaffiskorti í dag. En áður en við dembum okkur í fræðin þá vil ég fá hingað upp forstjóra Náttúrufræðistofnunar, hana Eydísi Linda Finnbogadóttir sem ætlar að segja nokkur orð. Vertu velkomin Eydís. Já, komið sæl öll sömul og það er mér ánægja að ég hef þetta málþing. En í dag ætlum við að fræðast og ræða íslenska refinn eða melrakkann, fóuna, varginn, holtaþór, dratthala, gráfótu, tófuna eins og refurinn hefur verið nefndur. En í allt eru þekkt 30 nöfn á refnum. Fá íslensk villt dýr hafa vakið jafn sterka tilfinningar og jafn þráláta umræðu og refurinn og vísa nöfn hans einmitt meðal annars til þess. Vargur, skolli, bítur, búar, tanni. Fyrir suma er refurinn fyrst og fremst eyðileggjandi rándýr sem veldur tjóni á fuglalífi og búpeningi. Slíkt getur jú vel verið skiljanlegt og var það sér í lagi á tímum þegar að harðindi voru mikil og samkeppni var matarbitann. Lágfóta, bóa, melrakki, holtaþór eru mildari nöfn. Mögulega nefnd af þeim sem sjá refinn sem einstakan frumbyggja Íslands sem fylgt hefur sögu landsins lengur en nokkurt annar spendýr. Eina landspendýrið sem talið að hafi numið hér land af eigin rammleika eftir ísöld. Dýr sem hefur aðlagað sig eldsumbrotum, harðindum, loftslagsbreytingum, sveiflum í fuglastofnum og samfélagsbreytingum mannanna. Refurinn sem gegnir mikilvægu hlutverki í vistkerfi Íslands þar sem hann trjónir efst í fæðukeðjunni. Hér takast augljóslega á ólík sjónarmið, náttúruvernd og nýtingarsjónarmið eða blanda beggja. Og til að styðja mál sitt þá leitar fólki ýmsa þekkingu. Upplifanir, reynslu, rannsóknir og sögu. En auk þessir umræðan stundum drifin áfram af tilfinningum, upphrópunum og ásökunum. Stundum er hún hatramanleg þar sem tekist á án þess að hlusta á rök hinna, þú ert bara með eða þú ert á móti. Ef við ætlum okkur að halda refastofninum í jafnvægi við íslenska náttúru og landbúnað, þá verðum við að skilja hvernig hann hagar sér. Stofninn stækkar og minnkar og það er mismunandi milli landshluta hvernig hún reiðir af. Stundum er mikið ref og stundum lítið. Sem dæmi voru aðeins 1000 dýr á landinu 1979 en 2007 voru þau yfir 10.000. Og nú erum við að sjá verulega fækkun í stofninum. Og þó svo að refurinn hafi verið friðaður gegn veiðum allt frá árinu 1994 hefur hann síðan verið veiddur með undanþágum og miklu fjármunum hafi verið settir í veiðarnar. Það getur vel verið að við þurfum að grípa inn í og halda stofninum í skefjum þegar hann er mjög stór eða farinn að herja illa á búfénað eða varplönd. Eða friða landsvæði gegn veiðum þegar stofninn er komin í sögulegt lágmark. En til að geta tekið upplýstar ákvarðanir verðum við að þekkja stofnstærð og breytileika innan stofnsins, samspil hans við fæðu og áhrif sjúkdóma, en einnig verðum við að vita hversu mikið er verið að veiða af honum, hversu mikla fæðu hann er að sækja sér í villta náttúru og hversu mikinn skaða hann er að valda. Náttúrufræðistofnun hefur í áratugi fylgst með refastofninum og þróun hans. Sú vinna byggir ekki á getgátum heldur kerfisbundnum rannsóknum, vöktun og samstarfi við fjölmarga aðila allt land.
Þar á meðal veiðimenn, sveitarfélög, heimamenn og náttúrufræðinga. Veiðigögn, sýnataka og langtímavöktun meðal þess sem gerir okkur kleift að leggja mat á þróun stofnsins, útbreiðslu og breytingar í vistkerfinu. Og málþingið í dag einmitt liður í því að upplýsa, segja frá stöðunni út frá þeim gögnum sem aflað hefur verið, staldra við og tala saman. Góðir gestir, náttúra Íslands sérstæð og viðkvæm þar sem landið hefur þróast í samspili hafs, elds og ísa í milljónir ára. En með sífelldu breytingum, en víst að búseta mannsins hefur sannarlega haft veruleg áhrif allt frá landnámi. Við sem þjóð berum ábyrgð á náttúru Íslands. Við berum ábyrgð á sérstöðu landsins og þar refurinn mikilvægur hlekkur. Og það sýn mín að við munum á endanum finna jafnvægi á verndun og nýtingu íslenskri náttúru til heilla. Ég vona að í dag eigum við hér fræðandi málþing og upplýsandi samtal öll saman. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta innlegg, Eydís. Næst kemur þá hingað upp hún Ester Rut Unnsteinsdóttir. Hún spendýravistfræðingur hjá Náttúrufræðistofnun og ber ábyrgð á vöktun refastofnsins. Ester hefur vaktað ref á Hornströndum frá 1998 en svæðið hefur talið eitt mikilvægasta griðland tegundarinnar á Íslandi. Árið 2010 opnaði Ester ásamt samstarfsaðilum Melrakkasetur Íslands í Súðavík, fræðasetur íslenska refinn, líffræði hans og sögu. En núna ætlar Ester að segja ykkur hérna frá refastofnunum og hvernig hann vaktaður. Gjörðu svo vel, Ester. Þú er bara að sjá hvort að ég vil láta þetta virka. Og ég bara á örvarega. Ok, já, komið sæl. Ég ætla bara að byrja strax og segja ykkur aðeins svona undan og ofan af íslensku tófunni og hversu einstætt þessi refastofn En tófan, eins og ég kýs að kalla tegundina, eða melrakkinn, útbreiddur á eyjum og meginlöndum allt umhverfis norður heimskauti. Yfir 90% af heimstofninum á hvítu litarafbrigði. Það það sem að mörgum þykir svo merkilegt, jafnvel 95%. Hafís sem myndast af vetri mikilvægur til þess að tryggja samgang þessara stofna og viðhalda erfðafræðilegum fjölbreytileika. Þess vegna stofnar frá Rússlandi og Kanada skyldari innbyrðis heldur en okkar stofni hér. Tófan hefur líka verið skilgreind sem flöggunartegund hjá IUCN vegna loftslagsbreytinga. Það fylgst sérstaklega vel með refum á norðurslóðum og sjá hvernig þeir bregðast við loftslagsbreytingum. En Ísland einn þeirra fáu staða þar sem að tófustofninn einangraður allan ársins hring. Hvorki með aðgang á hafís né á landi. Ég kannski bendi ykkur á það þessari mynd hérna sem svona eins og kort ofan á norðurpólinn að línurnar sem sýndar þarna svona áætluð útbreiðsla á hafís af vetrum. Þannig að það tenging á milli allra þessara svæða nema til Íslands. En vegna þess hvað tófurnar í Skandinavíu, Fenno-Skandíu, Finnlandi og Skandinavíu fáar, nokkur hundruð einstaklingar, þá höfum við yfir 90% af Evrópustofni tegundarinnar á Íslandi. Og ég vil meina 99% vegna þess að Svalbarði tilheyrir Noregi en tófurnar þar hafa aðgang bæði til austurs og vesturs og það hefur verið sýnt fram á að það mjög mikill samgangur með aðra stofna. Þannig við berum talsvert mikla ábyrgð. Sérstaða Íslands að við höfum þennan einangraða stofn og engan samgang. Þannig að við með eins og lítið tilraunasvæði. Við með mjög útbreiddan stofn. Hann finnst allt land í margvíslegu umhverfi og aðlagaður að ólíkri fæðuvistum á ýmsum stöðum á landinu. En eins og gerist ofta á eyjum og á norðurslóðum, þá fæðan mjög árstíðabundin. Því að farfuglar helsta uppistaðan í fæðinni, sérstaklega á sumrin. Það líka eitthvað af fuglum hérna eftir á veturna en svo þetta líka hrææta. Þannig að þeir geyma stundum til vetrarins. En veturinn takmarkandi þáttur í stofnstjórnum. Hér frekar einfalt vistkerfi
Það eru fáar tegundir, jável bara ein í hverjum flokki tegunda. Það er einn stór grasbítur, það er ein lítil mús, það er einn stór, meðalstór afræningi, það er einn lítill. Þannig að það eru engin rauðrefir hérna, engin læmingjar sem sveiflast með reglubundnum hætti. Þannig að það vantar svona keppinautana og þó hann getur sest að í alls konar vistum og aðlagast því. Og það sem er líka sérstakt hérna er að refaveiðar hafa verið stundaðar samkvæmt lögum í árhundruði og frá 1958 eru til mjög vel skráð veiðigögn frá stofnun veiðistjóraembættisins. Það er líka mjög sérstakt og gefur okkur tækifæri til þess að hafa meira efnivið heldur en annars staðar. Og þessi efnivið vakti strax áhuga forvera míns, Páls Hesteinssonar heitins. Hann byrjaði að safna refakjálkum til aldursgreiningar og stofnmats 1979 og í dag höfum við ennþá gert þetta og við erum komin yfir 13.800 einstaklinga í safnið okkar. Hann hóf söfnun refahræja til greiningar á frjósemi með talningu legura og svona líkamsástands 86 og þetta gerum við ennþá og tökum jafnvel nokkur sýni svona úr hverjum ref. En allt þetta hefur verið gert í samstarfi við veiðimenn áratugaskeið. Ég setti hérna myndaganni sem ég þykir mjög vænt sem sýnir þessum 2 megin litarafbrigði tónar á Íslandi og það sést kannski bara annar refurinn sem við sjá bara 1 ref en hvað sjáum við marga? 1 eða 2? 2. Við sjáum hvað þessi mórið er vel falin í fjöru á vetrarlagi en leið að koma snjóinn þá er þessi hvíti næsti ósýnilegur. Þannig að þetta hentar mjög vel að vera báðum litarafbrigðum hér þess vegna landið er oft mjög skellótt af vetrarlagi. En ég ákvað bara að hafa eina glæru til þess að lýsa vöktun íslenska refastofnsins. Hún er svona svolítið chaotísk. Þetta er rosalega viðamikið verkefni. Það er þannig að dýrin eru veidd af veiðimönnum, þá þarf að merkja hvert einasta hræ, pakka þeim, skrifa hvenær þau voru veidd, hver veiddi þá og svo framvegis. Og síðan tökum við þetta þurfum að þýða þetta í 2 daga minnst ef það er í vetrarfeldi. Það er voðalega lítill hitatap út feldin. Síðan tökum við alls konar mælingar og sýni. Við skoðum legið til þess að svona lítið legur með engum legurum í. Við tökum hausinn af, sjóðum hann, þurfum að ná tönnur til þess að aldursgreina, geymum kjálkana, hreinsa það. Síðan þarf að reikna þetta allt út, skrá þetta allt inn. Þetta er mjög viðamikið verkefni. Og þetta byrjaði allt saman með Páli Hesteinssyni sem er minn mentor og hann hóf þessa stofnvöktun og gerði stofnmat, fyrsta stofnmatið með aldursafla aðferð sem er í rauninni svona í grófum dráttum svipað og við metum þorskstofninn. Það er veitt ákveðið mikið, við vitum veiðitölurnar og síðan er innsendur hræin aldursgreind og sett upp í svona líftöflur. Það er hægt að sjá hvað eru margir í hverjum aldurshópi á lífi í lok hvers árs, en þetta er alltaf eftir á mælingar, þannig að þá var yfirleitt verið að sýna stofnmati eitthvað 5 ára aftur í tímann. En á hans tíma þá óx refastofninn úr rúmlega 1300 dýrum í 10.000 dýr og síðan tók ég við og þá stundan svolítið. Ég segi stundum að ég var með 30%, voru ekki 30% lægri laun hjá konum. Það bara endurspeglaðist í þetta var 30%, en svo tók þetta nú við sér aftur. En við erum núna að endurskoða þetta líkan, við erum ennþá að vinna í því. Þetta er stofnmat að haustlægi þegar að þingun er lokið og megin hluti af þessum stofni eru yrlingar frá sumrinu. Þeir eru ekkert endilega að fara að lifa veturinn eða taka þátt í þingun og fjölgun næsta vor. Þannig að núna erum við að breyta þessu og skoða stofnmat á fullorðnum dýrum í upphafi tímgunnar á vorin. Við kynnum þá vinnu hérna eftir, það verður Brús sem kynni það. En við höfum auðvitað verið að spá í hvað veldur fjölgun og fækkun, bara alveg eins og aðrir allt í kringum norður heimskauti. Við tilheyrum þessum kallað Fox Family. Það er fólki sem er að stúdera þessa tegund í öðrum löndum, allt í kringum norður heimskauti. Og það sem hefur verið svona 2 meginbreytur sem allir eru að mæla núna, komum sér saman 2017, gerðum við svona sameiginlega áætlun vöktunarplan og það er sem sagt fjöldi yrlinga í hverju goti sem kallað gotstærð og svo er það fjöldi gota eða number of lickers.
og þess á flestum svæðum í heiminum þar sem að læmingjar er megin uppistaðan í fæðinni sem sveiflast mjög mikið á 3 til 5 ára fresti, þá sveiflast báðir þessir parametrar, bæði gotstærð, þar að segja, það verður mjög stór got, kannski 15-20 yllingar í einu goti og svo ekkert í 3 til 5 ár og svo aftur. Og svo það fjöldi gota, þetta er ný grein frá Svíþjóð sem sýnir í rauninni fjöldi gota og síðan læmingjarstöðuna. Hvort það verið að fjölga í læmingjónum eða hvort þeir eru í toppi eða hvort þeir eru að fækka og það tengist mjög vel. Þetta eru mjög reglubundnar sveiflur. Jafnvel þó að þeir séu svona fáliðaðir og þeir fóðrar á veturna með hundamark þess að reyna að bjarga stofninum. Á Íslandi, talning á legurum í verkefninu okkar frá 1986 og við komum upp í rúmlega 4.000 læður með legur, hefur ekkert sveiflast. Þannig að það má eiginlega segja að það er milli 5 og 6, þetta er svona 5,4 legur í hverri læðu sem við teljum og það á enginn í heiminum sem er stórt gagnasætt. Þannig að það virðist ekki vera neina sveiflur í talningu legura. Við höfum ennþá fleiri hærri tölur í gögnum og grænjavinnslu, þar sem talið hvað eru margir yllingar sem eru veiddir á hverju greni í grænjavinnslu. Þetta eru gögn alveg frá aftur til 1958 og það það bil 4,5. Þannig að það er svona -1 frá meðgöngu og til svona 6 vikna aldurs þegar að grænjavinnslan fer fram að meðaltali. Það er engin munur á friðuðum svæðum og ófriðuðum, þannig að þetta er alveg ótrúlega lítill breytileiki. Og ég verið að skoða aðeins í litteratúrin, það eru svona gamla greinar sem hafa fundist bæði frá Palla og svo alveg aftur til 1922 í tímaritinu Freyr og það virðist ekki vera að legur eða gotstærð hafi fjölgað eða fækkað eða sveiflast reglubundið síðustu 100 árin. Þessi gulu örvar sýna þessar stofnbreytingar sem ég sýndi áðan sem í rauninni hægt að segja að það tengist ekki gotstærð og stofnbreytingar eins og gerist erlendis. En síðan þá getum við skoða fjöldi gota, number of litters, og á þessum vaxtatíma stofnsins þá fór áætlaði fjöldi gota sem unnin út frá gögnunum líka vaxandi. Þannig að það alveg beintenging, mjög gott samband á milli fjölda gota og stofnbreytingana. Þannig að það má eiginlega skýra stærstan hluta fjölda vaxandi stofninum í að það voru fleiri got sem fæddust. Ekki stærri got, heldur fleiri got. Eftir fækkunina og þessar sveiflur sem urðu eftir 2007, þá ekkert samband þarna á milli. Það líka áhugavert og kemur kannski fram aðeins í módelinu á eftir. Þetta þýðir í raun að burðargeta landsins hefur aukist. Það hefur verið rými fyrir fleiri got, fyrir fleiri pör eða óður og það hefur verið tengt við aukningu í fuglategundum. Það var meira að éta, þá meira pláss, það þarf ekki eins mikið rými fyrir hvert. Bústaðastofninn var mjög lítill í upphafi eins og Eydís hafði nefnt og þá var í rauninni rými til þess að setjast að og taka óður. Við ætlum erum að miða nýja stofnlíkanir sem Bruce ætlar að kynna eftir við það að skoða fjölda fullorðinna dýra að vori sem eru þá líklegri til þess að búa til þessi nýju got fyrir næstu ári. Þannig við erum að tengja þetta svona frekar virkum einstaklingum í stofninum heldur en óvirkum sem eru geldýri eða ungir yllingar sem við kannski ekki taka þátt í fjölgun. Ég ætla aðeins að segja frá griðlöndum refa en með reglugerðinni 1995 sem fylgdi villidýralögunum, það voru sett 94, þá voru listusvæði þar sem má ekki veiða. Það eru sem sagt þá þessi svæði sem eru rauðmerkt, Hollstrandir, efst þarna og Þjórsárver, Snæfellsnes. Þjórsárver voru reynda minni þá en það í rauninni bara Hollstrandir og Snæfellsnes sem eru vöktuð, hafa verið vöktuð síðustu 20-30 árin og það þá bara verið að skoða það sama og gert annars staðar í heiminum og sem við notum veiðigögnin úr, það að skoða fjölda gota og gotstærð. Og það
ekkert auðvelt, þið kannski hafa farið þarna, maður þarf að fara þarna með báti, þá þarf að setja upp búðir, sitja út í rigningunni, það er ekkert hægt að skreppa í hús, það er bara kammar og svona er þetta, sitja okkur í bjargi og telja og fylgjast með. En við höfum í rauninni líka gögn frá því fyrir friðun og það sýna veiðigögn sem eru sýnt hérna á grafinu fyrir ofan, þetta eru hrágögn, sýna að meðan að stofninn var að fækka á landsvísu þá fækkaði líka línan sýnir niðursveiflu alveg til 1980 þegar að fór að fjölga á Íslandi. Þið sá að það var jafn og þétt fjölgun, þá var svona mjög sveiflukennd fjölgun en svona í uppástaði var kannski aðalega bara óstöðuleiki. En síðan eftir að vöktunin hófst, það fyrst hérna á grafinu fyrir neðan, þá hefur það sem við köllum hlutfall grenja í ábúð sem er eiginlega fjöldi kvóta, hefur nánast staðið í stað. Þetta er ekki marktækar breytingar á þessu síðustu 30 árin. Síðan eru gögn frá Snæfellsjökli, þjóðgarðinu Snæfellsjökli frá þeim á Náttúrustofu Vesturlands og það er sama, fyrir friðun er mikill óstöðuleiki á svæðinu, þetta eru bara veiðigögn frá Grenjavinnslu, en eftir friðun þá nánast strax kemur stöðuleiki á kerfið, fjöldi kvóta stendur í stað. Þannig að þetta er bara mjög áhugaverðar upplýsingar og mjög nauðsynlegt að hafa upplýsingar úr friðlöndum til samanburðar við önnur svæði. En svona til þess að taka þetta saman, þá er íslenski refastofninn mjög hentugur til rannsókna, bæði vegna einangrunar, hversu einfalt kerfið er hérna, það er skortur á samkeppni og mjög mikil stöðuleiki í fæðuframboði. Við höfum þessi löngu veiðigögn sem hefur verið safnað allt landið og eru skráð vel og aðgengileg og við höfum gögn fjölda kvóta og kvótstærð allt til 1958 því þau eru innifalin í upplýsingum úr Grenjavinnslu. Vöktunin hefur staðið yfir 40 ár. Það er mikið til á gögnum aldur og frjósemi og fleiri þætti sem hafa verið notað til að meta stofnbreytingar og stýriþætti. Við höfum vöktun refa í 2 griðlöndum til þess að fylgjast með náttúrulegri stofnstærðarstjórnun. Svo höfum við séð landfræðilegan mun sem benda til sérhæfingar og aðlögunar að mismunandi fæðuvist og er vísbending líffræðilegan fjölbreytileika innan tegundarinnar. Nú styrkurinn sem fengum frá Rannís til að vinna undanfarin 3 ár saman hefur gert okkur kleift að rýna gögnin, setja þau upp í gagnagrunn sem er mjög dýrmætur og verður mjög vel notaður og er strax orðinn farin að sýna sig og við getum lagt mat á stofngerðina í íslenska refastofninum með mun ákvarðari hætti en áður. Við segjum núna á eftir frá helstu niðurstöðum á þessum athugunum. Við þökkum öllum sem hafa komið að bæði gagnaöflun, refaveiðmönnum sérstaklega og ýmsum stuðningi og aðstoð. Margir nemendur komið að og fólk verið að gera ýmsar rannsóknir. Við þökkum öllum fyrir og ég þakka bara áheyrnina og hlakka til að heyra líka fleiri niðurstöður, önnur sjónarmið og bara vera með ykkur í dag. Takk fyrir. Ég fara neitt Ester, það er alveg tími fyrir svona eina spurningu. Ef einhver úr salnum sem myndi vilja spyrja Ester að fá einni spurningu. Það er endurbæta spurninguna að það þá var spurt hvort það refir éti hræin af hver öðrum. Af hverju ættu þeir ekki að gera það? Ég held að gera það alveg sko. En það er mjög mismunandi hvað þeir eru svangir og væntanlega fengist það kannski bara því ef þeir hafa aðgang að einhverju öðru og betra við tækifæri sinnar á kannski geyma þau en það er örugglega gangið ef það var Já. Ég bakka. Þetta eru bara einhverjir fossar og svona, þetta er gamlan náttúruminjaskráin frá þeim tíma, það er Skógafoss og sjá Vestmann, Eldey, Vatnajá, þetta Já, það verið hérna undan.
í Ölfusi. Nú erum við bara, já, það var verið að spyrja ástæðuna fyrir að stofninn fór niður núna. Það er nýbúið að senda út fréttatilkynningu fækkun fullorðinna dýra í stofninum. Það er ekki þar með sagt að það sé allir í stofninum, en við höfum í rauninni ekki, við erum ennþá að vinna það módel. Ákveðnar hugmyndir það og ég kannski bara vísa til þess þegar það verður kynnt á eftir, því það er svo vel sagt frá því hvaða gögn eru notuð í það, þá gæti komið aðeins fram. En við höfum í rauninni, það er eiginlega betra að reyna að finna skýringuna þegar að módelið er orðið, þannig að við getum parað það við einhverja almennilega gögn. Takk, síðasta spurningin. Það var spurt tengingu við sveiflur í rjúpnastofninum, því að þær eru náttúrulega þekktar og mjög reglulegar, hvort að það sjáist í stofnum refsins. En mast eftir graðinu sem sýndi stofnvöxtinn, þá er hann bara beint upp. En fallið frá 50 eitthvað til 80, það var líka hrun hjá rjúpunni og hún hefur rauninni ekki náð sér á strik og þó hann hafi gert það. En þetta er nefnilega mjög góð spurning að því leitinu þegar við förum að rýna í landshlutanna, því að það sést líka þegar við heyrum fæðuval eftir landshlutum að þá á sumum svæðum virðist þó hann vera meira í rjúpunni heldur en á öðrum. Þannig að rjúpusveiflan er 10-12 ár, það lifir engin refur nógu lengi til þess að það hafi áhrif. En þetta er alveg mjög áhugavert pæling. Takk kærlega fyrir, Ester. Ef það verða fleiri spurningar til Ester þá bara minni ég á það er pallborðið eftir og þau getur þá vísað spurningum til hennar þá. Næst, hingað til okkar er hún Sigrún Ninna Sigurðardóttir. Hún er líffræðingur með meistaragráðu í umhverfis- og auðlindafræði með sérstaka áherslu á náttúru, lífríki og verndun þeirra. Meistaraverkefni hennar fjalla fæðuval íslenska refsins á Suðvesturlandi, þar sem notað var greining á stöðugum samsætum úr beinum. Í dag starfa Ninna við fræðslu í fjölskyldu- og húsdýragarðinum, þar sem börn og leikskólaaldri er veitt fræðsla dýrin í nær umhverfi okkar. Velkomin Ninna með sérlega aðstoðarmanneskju hér við hönd. Gjörðu svo vel. Góðan daginn, vonandi tala hún ekki mikið sjálf í mikrofónin, en ég heiti Sigrún Ninna, þetta er dóttir mín, hún Yrsa, hún var með mér í masterskrifunum, ég var ólétt meðan ég var að skrifa, þannig að enginn önnur ástæðan að hafa hana hér þegar ég er að kynna niðurstöðurnar, en ég ætla að tala eins fæðuval íslenska refsins á 40 ára tímabil. En eins og Ester fór aðeins í áðan, þá er fæða refa á Íslandi aðeins öðruvísi en annars staðar í heiminum. Það er engin læmingar hér sem að hafa áhrif á risu og falli í stofninum, en samt sem áður hefur búsvæðið vera mjög mikil áhrif á því hvað þeir eru að borða. Þeir eru miklu tækifærissinnar sem lasa að breyttum fæðuskilyrðum, bæði ástæðubundnum breytingum og svæðisbundnum, og það er landfræðilegur munur á fæðuvali refa á Íslandi. Rannsóknir hafa sýnt það í ljós. En á strandsvæðum er fæða þeirra aðallega af hafrænum uppruna, meðal annars sjófuglar, æðarfuglar. Það virðist vera mjög mikilvægt að það kemur upp úr sjónum, þess að fiskar, hryggleysingjar, það er sjávarspendýra, en einnig gróður. En svæði innanlandsins, þá er þetta fæðan af landrænum uppruna. Það er rjúpa mjög mikilvæg fæðutegund ásamt vaðfuglum, gæsum, spendýrahræjum, hryggleysingjum, hagamúsum og gróðri líka. Breytingar á fæðuvali er helsta skýringin á sveiflu refastofnsins, sérstaklega annars staðar í heiminum.
og af þeim þá jafnframt hægt að draga ályktanir ástandsstofnunarinnar og ástandsstofnunar bráðar. En það spilar það bæði inn í mikið samspil. En já, rannsóknir í fæðuvali. Það hafa verið núna nýlega nokkrar rannsóknir á fæðuvali refa seinustu ár, meðal annars verkefni mitt, en 2 önnur verkefni sem notuðu greiningar á stöðugum samsætum, sem eru stable isotopes á ensku, sem sagt nits og köfnunarefnis, sem finnast í vefjum líkamans. Þessar stöðugar samsætur finnast í til dæmis beinum og það refur sem hentar mjög vel af því hann breytist mjög hægt. Þá hægt að sjá fæðu dýrsins yfir langan tíma. Það hægt sem sagt að greina uppruna kolvetna og prótína í fæðunni sem að dýrin borða yfir sem sagt ákveðið tímabil. Og stöðugar samsettu köfnunarefnis greinir mun á fæðu til dæmis af hafrænum og landrænum uppruna og stöðugar samsettu nitus segja til staðsetningu lífvera í fæðukeðjunni. Verkefnin sem hafa verið gerðar núna nýlega voru í samstarfi við Náttúrufræðistofnun, þar sem að sérstaklega Vestfirðir, Austurland og svo Suðvesturland voru skoðuð. Það 2 verkefni á undan mér sem skoðuðu bæði Vesturland og Austurland og verkefni mitt var á Suðvesturland. Þar sem við fengum sýn á þessum svæðum sem við sjáum á kortinu. Við notuðum refakjálka frá þessu tímabili, 1981-19, 40 tímabili, cirka bát. Og þessar fyrri rannsóknir á Vestfjörðum og Austurlandi sýndu að það var munur á þessum CON-gildum milli búsvæða. Sem sagt refir á strandsvæðum eru með hærri gildi en refir inn til landsins. Og Vestfjörðir og Austurland voru síðan borin saman við Suðvesturland í verkefnum sem aðeins hefur. Það var aðeins svæðið sem ég notaði eða skoðaði. Það voru þjóttar úr veikum refum í þessum 5 sveitarfélögum, Bláskógabyggð, Grímsnes, Bjarnarneshreppur, Hrunamannahrepur og Skeiða-Gnúpverjahreppur og síðan Ölfus. Og þið sjáið að Ölfus eina sveitarfélagi sem liggur með sjó, en inn til landsins eru Hrunamannahrepur og Skeiða-Gnúpverjahreppur lengst inn til landsins. Og eins og við vitum þá þetta helsta landbúnaðarsvæði landsins. Það búin að vera mikil uppbygging á svæðinu með vaxandi byggð sem brýtur auðvitað upp búsvæði refsins. Mikil sumarbústaðabyggð sem hefur verið að byggjast upp þarna, nýir vegir auðvitað og auðvitað mikil framræst land sem fylgir landbúnaðarsvæðinu. Aðeins að fara yfir niðurstöðurnar hjá mér að þá kom í ljós að refir á Suðvesturlandi geta aðallega færi af innlendum upp. Maður sér það vegna þess að gildin eru öll þarna í botninum, neðarlega lággildi sem þýðir að þau fæðast frá tegundum sem eru með gildi sem eru svipaðar. Þetta greina líka þessar gildi í fæðunni, þá veit maður sirka hvað refurinn er að borða, maður getur ekki greint nákvæmlega hvað hann er að borða, en ef hann er í kringum kannski það sem að rjúpan er og aðrir valfuglar, þá getur maður sirka vita hvað hann er að éta. Já, en reyndar sjáum við þarna að það 3 útlagar eða aðallega 2 þarna sem eru í Ölfus og þessi hærri gildi bendir þess að dýrin eru að borða þá fæðu af hafrænum. Það var líka marktækur munur á C-gildunum hjá refum í Bláskógabyggð þegar þau voru borin saman við Hrunamannahrepp, Ölfus eða Gnúpverjahrepp, Bláskógabyggðina fremst. Þá voru þessar 3 þarna uppi hjá hús sem voru öðruvísi. Hrunamannahreppur og Skeiða-Gnúpverjahreppur sem við sáum áðan eru meira inn til landsins, þannig að það alveg rökrétt að hugsa að þau séu þá með fæðu sem með lægri gildi, þá meira inn til landsins. En Ölfus með aðgengi á sjó, þannig að gildin eru hærri. Svo var líka marktækur munur á gildunum í Nitro, þar sem Ölfus var eina sem skar sig frá Bláskógabyggð. Það sama ástæða, það sjór þar nálægt, þannig að líklegt að dýrin þar eru með blandaða fæðu frá land og sjó, en það
mikilvægt að taka, já, að nefna að þessi útlagar eru bara 2, þetta var ekki stór hóp sem var í Ölfus, þannig að þeir draga svolítið hópinn upp. Svo skoðum við aðeins yfir tíma og við sjáum að gildin fóru lækkandi yfir tíma og það er hægt að spá spekulari í því en ekki að staðfesta neitt. En það gæti verið að, og er líklegt, sérstaklega þegar við tölum hinar rannsóknirnar sem voru á undan, að þeir séu þá að borða meiri fæðu af innlendum uppruna til lengra sem líður á tímanum. Og það getur spilað inn í breytingar á fuglastofnum eða annarri fæðu. Og það er líka mjög líklegt að því að í fyrri rannsóknir þá var rjúpan talin mjög mikilvæg, mikilvæg fæða fyrir þeim og gildin þeirra eru mjög lág og það gæti verið að þeir séu að borða meiri rjúpens eða líka það verið gæsaegg sem hafa verið líka lág gildi. Þannig að já, bara fæðu valið þeirra hefur breyst á þessum tíma. Einnig hefur þetta verið mikil uppbygging á svæðinu og það gæti leitt til þess að við séum að veita þeim einhverja meiri fæðuframboð sem hefur áhrif á gildi. En það gæti líka spilað inn í að það sé minni fæða af hafrænum uppruna í boði fyrir þeim, mögulega það er takmarkað aðgengi að sjó ef að svæðið og þá er mikil uppbygging á þessu. En ég ákvað að bera aðeins saman við rannsóknirnar á Austurlandi og Vesturlandi. Bláa línan þarna uppi Vestfirði og gráa línan er Austurland inn til landsins. Og þar sjáum við það svipuð breyting að gera þarna í C-gildunum. Við lækka með tíma og í þeirri grein þá töluðu þær að það verið líklega út af því að þeir voru að borða meiri rjúpu. Það væri hægt að álykta það sama hjá okkur en erfitt að segja til það. En svo sjáum við hvernig á Vestfirði sveiflurnar eru ekki eins miklar og stöðugt mítri og mjög mikil dreifing á gildunum. Það er vegna þess að strandsvæðin bjóða okkur á fjölbreytta fæðu að það er ekki mikil breyting á fæðuvalið þeirra yfir tíma. En sveiflurnar í nýtri innlandsins gætu verið nokkuð lítið, meðal annars að það voru fleiri refir sem fengu aðgengi að sjó á Íslandi, það myndi það hækka gildum þar, en já, aðrir hlutir sem getur spilað inn í. Já, ég var síðan að bera saman þessi 3 svæði í rannsókninni minni. Það kom í ljós að Vestfjörður í C-gildunum var marktækur munur þar á milli Austurlands, Suðvesturlands og Vestfirði. Og saman með, reyndar ekki saman, í niður þá var marktækur munur á milli allra svæði. Suðvesturland var með þess að marktækur munur á milli Austurlands og Suðvesturlands sem við hittum. En það sem útskýrir þetta er örugglega að strandsvæðin bjóða upp á fjölbreytta fæðu og þess vegna er Vestfirði með svona breiðan kassa því það er fjölbreytt fæða og gildin eru að fjölbreyttum staðsetningum. En á Austurlandi er líka breiðara svið, sjávar útlagarnar uppi, það eru einstaklega fæðu frá sjó þar. En á Suðvesturlandi er það minnst þannig að þeir eru mun frekar að nýta sér fæðu af innlendum á því svæði. Og líklegt þá að tegundir með lággildi, eins og ég sagði áðan, rjúpa, séu þá algengt. En þessar niðurstöður staðfesta að það sé langfærilegur munur á fæðuvali refa á Íslandi. Já, bara til að taka saman, þá eru refir með mjög mikla aðlögunarhæfni í fæðuöflun og þessar nýlega rannsóknir hafa gefið okkur innsýn í fæðuvali refa á ólíkum landsvæðum. Það hefur komið í ljós að á Suðvesturlandi finnst að refir á fæðu frá landi og strandsvæðin eru mikilvæg svæði þar sem það býður upp á stöðuga og fjölbreytta fæðu fyrir refinn. Niðurstöður rannsóknar stuðla að aukinni þekkingu á vistfræði heimskautarefsins og auðvelda okkur verndun tegundunnar á tíma. Fyrir mig.
Takk fyrir þetta, báða tvær. Við höfum tíma fyrir nokkra spurningar. Spurningar á salfyrininu. Annað en ætlar að vera með hljóðnema líka svo það heyrist betur í fyrir þá sem í streymi. Ég er með þá einu spurningu fyrir þetta. Ef það er hægt að sjá svona greinilegan, tiltölulega greinilegan mun á því hvað þau sé að sækja sér í fæðu sem að þá er svona, gefur okkur eitthvað mat á afránsálagið, gerir ég ráð fyrir. Er vitað þekkt hlutfallið á milli innan ref og stofnsins hversu mikið það eru innlendir refir versus strandveiðar? Nei, ég held nefnilega ekki. Það er ekki nákvæmlega að vita hversu margir, enda eru þeir náttúrulega að geta ferðast mikið og langa vegalengdir, þannig að ég hugsa líka að ef að eitthvað myndi breytast inn á svæðinu, það væri lítið af einhverju fæði á þeim stað að sumir refir getur síðan fært sem það verður erfitt að setja til ef væri af hafbænum eða landbænum einhverjum, eða nýtt sér fæði af þeim einhverjum. En það var mikið tala hvað refir á strandsvæðum eru mun sérhæfari í fæðu. Þannig að sumir, þess vegna voru gildin svona fjölbreytt, af því að sumir bara sérhæfa sig í ákveðna fæðu. Þannig að væri hægt að skoða kannski námið svona staðbundið ef að einstaklingar eru sérhæfari það eða ekki. En já. Það fremri fyrst. Eða refir sem eru á strandsvæðum, fara þeir meira í fjörur heldur en að veiða sér upp til fjalla? Já, ég myndi halda það. Þegar gildin eru hærri, þá er sem sagt fæða upp úr sjónum og líka í fyrir rannsóknum hafa verið sýnt fram á að fæða upp úr sjónum er mjög mikilvæg og stór partur af fæðinu þeirra. En þeir hafa samt þennan kost að fara inn til landsins líka og nýta sér fæðu þá. Þess vegna er þetta svona fjölbreyttisvið. Oft betra fyrir refi að vera á strandsvæðum. Og þess vegna vorum við líka, er líklega ástæðan fyrir að svona hráttflutt, allavega refin eru mórauðir. Það er alltaf það sem ég segi fyrir stjórnum. Er að þeir eru með, það er betra að vera mórauðir á Íslandi af því strandsvæði alltaf er engin sjó sem er flestast þar. Þannig að hlutfallið af mórauðum er hærra hér og líklega út af því að það er hentugra að vera að nýta sér þar og búa með ströndum með refir sem eru hvítt sjálfur. Þegar þú talar sérhæfingu, ertu það kannski að meina að sumir éta bara marflær og ekkert annað? Nei, kannski ekki beint, en sérhæfingu að því leytinu til að það er mikil samkeppni á milli refa á strandsvæðum, þannig að óðilin eru vel varin. Það þurfa einstaklingar að sérhæfa sig kannski betur í fæðu heldur til dæmis inn til landsins, þau komast lengri vegalengdir og þurfa að kannski aðeins meira krefjandi að finna fæðu, þurfa að ferast lengri vegalengdir til þess. Já. Já, ég held að þetta eru mjög áhugaverð gögn og þakka þér fyrir eritið. Hérna er ekki nokkuð, liggur ekki á borðinu að ef að þessir refir eru að mestu leyti drepnir í kringum greni, sem er ekki þannig, Jú. að athuga bara fjarlægð grenja frá sjó og hvernig þessi gildi fyrir C og N ísotópana fylgja því. Jú, það hefur verið gert, er það ekki, fyrir rannsóknum að það var skoða fjarlægð frá sjó, en ég man ekki hvort það hafi aðnum. Greinina undan mig. Já, já. Já. Ef manni dettur í hug að þegar þú horfir á Austurlands athugunina, hún nær nú ansi langt inn í land
og þannig maður er með að trúa því að refur sem eru lengst inn í landi séu nýbúnir að fara niður að sjó kannski 80 kílómetra eða eitthvað lýs. Þetta nú bara svona Já, spekulasjón sko. við minnum þetta að já, svo sneppi. Já, já. Þannig að það kom ekki skýrt samband, mann er rétt í gögnum á þér, þar sem að Nei, það var ekki skýrt. Jörgen er bara svolítið öðruvísi. Já. Það er eftir gott að fara við gögnum að skoða fjármál. Það henta ekki í mínu tíma. Já. Það er síðustu spurninguna hérna þegar bróðir það hefur mál. Ég skal vera fljótur. Ég er að spá í þessu í sambandi við útburð á hræjum og það er að þú sagðir náttúrulega talsvert lægri gildi þarna á Suðvesturlandi og það er náttúrulega talsvert meira landbúnaðarland og væntanlega meiri útburður á hræjum. Hvort að það hafi áhrif á hversu vel þetta raunverulega endurspeglar raunverulegt fæðuval. Það hefur verið sýnt fram á að hræin eru stór fæða á áfriðum vindlandsins. Þegar skoðað var sem sagt skítum þeirra og magainnihald og það er líklegast vegna þess og gæti spila vel inn í að það er náttúrulega mjög mikið af landbúnaði þarna á svæði þannig að þau hafa aðgang að mögulegt hræjum frá landbúnaðardýrum, kindum og hestum sérstaklega sem myndi draga skildi niður. En svo er líka hægt að nefna líka að skiptur náttúrulega setja út hræ til að veiða dýrin, þannig að það getur líka spilað inn. Það er að bæta við þetta. Það er ástæðan fyrir því að það voru valin bein til þess að skoða stöðu samsæturnar úr því að það er í rauninni sýna þá fæðuvalið sko áður en að þú ert komin á þann tíma að útburðin sé farin að tikka inn. Á vaxtartíma dýranna fyrstu mánuðina og yfirleitt eru útburðurinn miðjan veturinn en þá eru beinin vaxin. Þannig að þetta eru ungdýr og beinin úr þeim sem var valið svona reyna að útiloka þennan þátt. Næst fáum við að heyra svipfar og erfðafræði íslensku tófunnar frá henni Önnu Báru Másdóttur. Hún er doktorsnemi við Háskóla Íslands og Náttúrufræðistofnun, þar sem að hún rannsakar svipfarslega og erfðafræðilega breytileika íslenska refastofnsins. Í rannsókninni beinir hún sjónum að greiningu kjálkabeina og raðgreiningu erfðamengja til að varpa ljósi á aðlögun fjölbreytileika stofnsins hér á landi. Og doktorsverkefnið hennar Önnu Báru er hluti af verkefninu Stofngerð íslenska refsins sem hlotið hefur styrk frá Rannís. Gjörðu svo vel, Hanna. Já, sælut sömur. Sunna kynnti hér, heiti Anna Bára og ég er doktorsnemi hjá Háskóla Íslands og Náttúrufræðistofnun. Og ég ætla svona að kynna stuttlega fyrir ykkur doktorsrannsóknirnar mínar sem að svona í mjög stuttu máli snýst að skoða breytileikan á stofnunum innan landsins. Og ég ger það á tvenna vegu, annars vegar svipfarsbreytileika og hins vegar erfðabreytileika. En það hafa nú þegar verið gerðar nokkrar rannsóknir sem að skoða svona breytileika tófunnar hérlendis og þá til dæmis varðandi vínkaafbrigði og svo kom fram hérna eins og hvernig hlutfall mórauðra og hvítra refa virðist svona svolítið skiptast á milli landshluta og svo hafa þó nokkrar rannsóknir verið gerðar fæðuval eins og í gegnum ísotópana sem að minna var að kynna hérna fyrir okkur. En svo líka eins og með magainnihaldi, bæði við greni og greiningu saursýna. Og svona út frá þessum niðurstöðum á fæðuvali, ásamt búsvæðavali, þá
þá hafa verið sett fram þessi tilgátur að íslenska tófan skiptist svolítið í svona 2 flokka eða 2 vistgerðir. Og ég mun líka nota orðið ekotýpur eitthvað hérna á eftir. Og þá erum við með hérna strandatófurnar sem að eins og Nína sagði, erum með svona fæði meira á hafrænum uppruna, eins og sjófugla og fiska og svona. Og svo innlandstófurnar sem finnast meira inn til landsins og eru meira að veiða vaðfugla og rjúpu og mýs. En það eru auðvitað einhver svona skoðir þar á milli. Og þá kemur svona upp fyrsta spurningin á mínu doktorsverkefni. Það er anatómían sem að tengist fæðu og fæðuvali á mismunandi á milli þess að þekkja ekotýpa. Það sem að sjófuglar, þeir eru nú að meðaltali aðeins þyngri og stærri heldur en mófuglarnir og mýsnar. Og þannig að svona líklega krefst mismunandi lífaflfræðilegs viðmiðs eða á góðri ensku biomechanical demands. Þetta er ég að skoða með því að bera saman kjálkabein. En kjálkabein eru sérstaklega áhugaverð til þess að skoða mun á hópum sem hafa mismunandi fæðuval og þá sérstaklega á einmitt rándýrum þar sem þeir hafa bein áhrif á vöðvana, kringumkjartinn og bitkraft og geta svona endurspeglað þróun og aðlögun að umhverfinu. En þetta verkefni það byggist svolítið á því einmitt að Náttúrufræðistofnun er með í dag safn yfir 13.000 kjálkabeinum sem eru frá 1972. En þessi söfnun hófst svona almennilega árið 1979 þegar vöktun refastofnsins byrjaði og ég var í svona samstarfi við refaskiptur sem að sendu okkur hræn sín fyrir svona vísindalega rannsóknir. Og þessi kjálkabeinasöfnun er gríðarlega gagnleg því að þarna fáum við mjög miklar upplýsingar. Þarna erum við beinaleifar og þá yfir 45 ára sögu af þeim. Við erum með tennur, við erum með hringtennuna sem við tökum út þess að aldursgreina dýrin og það sem þetta er hérna. Svo erum við stærð beinsins sem er í beinu hlutfalli við stærð dýrsins og svo kjálkan sjálfan sem svona mögulega lýsi að aðlögun að umhverfi. Það er einmitt það sem ég er að skoða, en ég er sem sagt að skoða heildarlögun kjálkabeinanna og tengja það við mismunandi fæðuval. Það hef ég gert með því að nota ákveðið forrit sem að svona les útlínurnar á kjálkanum og útfæra það sem tölur sem ég get síðan greint. Hérna er svona smá animation sem ég bjó til að sýna svolítið svona myndrænt hvernig þetta forrit virkar og les útlínurnar með því að svona nota hringi sem að tengjast saman og því fleiri hringir sem er notaðir því nákvæmari verður fylgir útlínunni. En já, ég geti kannski séð aðeins hérna að þá voru tennurnar á kjálkanum að valda mér smá usla. Það eru náttúrulega frekar beittar og mikill breytileiki, stundum vantaði tennur. Þannig að ég vissi ekkert hvort það gerðist meðan dýr var á lífi eða gerðist á geymslu. Þannig að ég endaði á að þurfa að taka þetta burt. En það hefur líka verið gerð rannsókn áður á 2003 á tönnum refa á Íslandi og einmitt að bera saman þessar 2 vistgerðir og svona skoða breytileikann. Og þá kom í ljós að strandatófurnar með meira eittar tennur þar sem að þær eru meira skelfisk og frosna fæðu ströndina og eru líklega til þess að tyggja grjót með á ströndinni. Þannig að já, ég gat svona með góðri samvisku hent þeim bara út og hoppaði yfir breytilegum þar. Enda þá að líta svona út. En ég hafði vissulega ekki alveg tímann og tökinn til þess að greina 13.000 kjálkabein. Þannig að ég endaði með svona þessi 3 fókusvæði sem einmitt samanber svæðin sem minna var að tala um áðan. Og þetta er sem sagt Norður Ísafjarðarsýsla, Árnessýsla og Norður Mývatnssýsla sem ég mun bara hérna í frá kalla Vestfirði, Suðvesturlandi, Vesturlandi. Þá erum við með strandatófurnar á Vestfjörðum og svo innlandstófurnar á Suðvesturlandi og Austurlandi. En þetta er svona fyrsta grafið sem að
kom úr greiningunum minni, þar sem að ég að bera saman meðal lögun kjálkana frá þessum 3 svæðum. Og það sést kannski ekki eitthvað rosalega vel, en ef við skoðum aðeins nánar hérna hægri utan á kjálkanum, þá getum við séð að kjálkabeinið frá Vestfjörðum eru svolítið að skera sig úr. Það hérna fjólubláa línan sem að sést vonandi. Og það virðist ekki vera munur á milli hinna tveggja svæðanna og þetta einmitt skiptingin á milli vistgerðanna tveggja. Og já, þó þetta virðist kannski vera frekar smávægilegur munur og þá gerum við grein fyrir því að þetta er frekar smárándýr. Þannig að lítill munur getur samt sem áður alveg haft frekar mikla þýðingu. Og sérstaklega einmitt eins og getur séð að þessir 3 fletir á kjálkanum að á vestfjarðarreiðunum þá liggja þeir aðeins neðar og á þann máta að þetta gefur þeim meira svigrúm til þess að opna kjaftinn og glenna meira upp kjaftinn. Þetta einmitt í samræmi við þetta fæðuval strandstofuna sem meira að éta sjófuglana sem eru alveg yngri og stærri og hafa stærri egg heldur en smáfuglarnir til landsins. Og það tölfræðilegur munur hér á sem hægt að sjá á það hérna herðin. Hvernig svona Suðurland og Austurland eiginlega bara hópast saman og eru mjög svipaðir og meðan Vestfjarðar svolítið skera sig úr. En já, þetta graf í svona stuttu máli svolítið bara að taka saman öll tölulegu gildin og setja það yfir á X og Y-ás. Þannig að já, þessi skipting á milli vistgerða nokkuð skýr hér. Svo kom einnig í ljós að stofnstærð virðist hafa áhrif á lögun kjálkadeiluna. Sem sagt hversu stór refastofninn var þegar að refirnir sem að ég hef skoðað fæddust og voru að þroskast og mótast. Helsti eini gallinn hér að það er rauninni ekki hægt að segja hvort þetta sé jákvæð eða neikvæð áhrif eða stærri minni þar sem að Y-ásinn hérna táknar bara bara töluleg gildi fyrir lögun. Þannig að ég pröfaði að skoða þetta með tilliti til lengdar kjálkana sem bara beinmælinga á hversu langir þeir eru og þá sjáum við að með stærri stofnstærð þá virðast þeir vera að styttast eða minnka. Og þessi áhrif sjást mest á Vestfjörðum og Suðurlandi og ekki eins sterkt á Austurlandi. En þetta getur gefið til kynna að með stærri stofnstærð sem að leiðir til aukinnar samkeppni fæðu og búsvæða, þetta hafi áhrif á þroskun kjálkabeina, bæði í lengd og lögun. En já, svona næsta skref mér svolítið að taka þessar upplýsingar, þessar niðurstöður og bera saman við fleiri umhverfisþætti eins og tegundafræða og fugla, fjöldafugla á þessum árum, loftslagsgögn og veðurgögn til þess að kafa dýpra í þetta, skoða tengsl og orsakaþætti. Og meðan hérna var megin markmið meira bara staðfesta þennan mun á milli þessara tveggja vistgerða og styðja við tilgátur það og skoða fæðuvalið. Það væri líka mjög áhugavert að skoða beinin, hérna á vöðvana í kringum kjálkana og bitkraft, gegnum einhvers konar aflfræði líkan. En eins og segi, það var ekki alveg markmið hér, en getur mjög áhugavert framtíðarverkefni. Svo ég líka að skoða erfðabreytileikann innan landsins og kannski vert að taka fram að þetta svolítið ekki erfðaefni frá kjálkunum og ég ekki að skoða erfðafræðilega muninn á kjálkunum, þetta algjörlega sitt greiningin. En sem sagt hér ég skoða allt erfðamengið á 60 refum sem eru gríðarlega mikil gögn. Það sem að markmið svolítið að bæði skoða genetískan breytileikann hérlendis og erfðafræðilega tengingu á milli svæða, en einnig nota þessar erfðaupplýsingar til að skoða sögulegar stofnsveiflur refsins yfir margar kynslóðir, þar að segja reyna að sjá langt aftur í tímann hvernig stofninn hérna á Íslandi hefur breyst. Og ég geri það á tvennu vegu með því að bæði skoða sirka síðustu 200 ár og síðan
alveg frá lok síðustu ísaldar. En já, þessi erfðagreining er komin aðeins styttra leið, þannig að það sem ég að sýna ykkur með fyrstu niðurstöður. Hérna er ég að bera saman sömu 3 svæðin og ég kynnti áðan og við getum séð að það er ekki mikil skörun þarna á milli þess að 3 svæða og þannig að það er nokkuð góð erfðafræðileg aðgreining á milli þeirra sem gefur til kynna að refirnir eru líklega ekki mikið að ferðast þarna á milli svæðanna. Vestfjarðarefirnir virðast síðan vera að skera sig meira úr og vera meira erfðafræðilega einangraðir heldur en hin 2 svæðin. Það sé ég að því að þau svolítið þeirna meira erfðafræðilega tengdari. Svo hérna í bláa kassanum þá erum við með mismunandi erfðavísa frá þessum 3 svæðum og við getum séð að þetta eru allt mjög svipuð gildi og við erum sem sagt með hérna basabreytileika, séða arfleifni og skyldleikastuðla og þannig að já, svona erfðabreytileikin innan hvers svæðis virðist vera mjög svipaður. Svo erum við með hérna FST sem að tákna erfðafjarlægð á milli þessara svæða og þá er það bara mjög svipað eins og grafið að Suðvesturland og Austurland virðast vera að hafa lægra gildi þannig að þeir eru svona erfðafræðilega tengdari á meðan Vestfirðir eru með hærri gildi við hin 2 svæðin. Svo að lokum, eins og nefndi áðan, þá er ég að skoða sögulegar stofnsveiflur íslenska refsins, bæði 150 kynslóðir aftur í tímann, segja árið 1800, já, og síðan fyrir lok síðust ísaldar, fyrir 10.000 árum. Það var svona að passa sig með þessi gröf að maður á að lesa þau frá hægri til vinstri. Þannig að þetta er náða. En á fyrra grafinu þá getum við séð hvernig stofninn var svona frekar lág þarna í byrjun 19. aldar. Það sem að fylgdi svona stefni vöxtur og þetta samsvarar einmitt vistfræðilegum bata sem að átti sér stað eftir skattaregluna árið 1783 sem var náttúrulega bara næsta og afturveríkasta eldgos Íslands sögunar. Og síðan aftur hérna í kringum 1900 verður skörp hnignun sem að líklega endurspeglar auknar refaveiðar á þeim tímum og það sem að refabelgur var mjög verðmætur þetta leyti. Svo langtíma stofnsveiflur sem við hægum megin sýna það hvernig það var frekar mikill flöskuháls í stofninum en sem sagt fækkun í honum við einangrun Íslands. Þegar að ísinn á milli meginlandsins og Grænlands og Íslands hopaði skömmu eftir lok síðustu ísaldar eða jökulskeiðs sem var fyrir 10.000 árum. Þá getum við séð það í erfðaefninu hvernig eftir að ísinn bráðnaði og Ísland var svona lokaðri eyju, þá hafa nokkrir refir einangrast hér sem að var til þess að erfðafjölbreytileikinn var þáleiti mjög lágur. En í kjölfarið á þessum flöskuhálsi, þessar dýfurna, að þá fylgdi aftur stofnstækkun, fjölgun einstaklinga ásamt auknum erfðafjölbreytileika. En já, þetta er það helsta sem ég er búin að skoða í mínum doktorsrannsóknum á refnum á Íslandi og það er alveg ýmislegt sem ég þarf svona að kafa til brauð og skoða betur og fínpússa. En já, eins vil ég bara þakka doktorsnefndinni minni, kærlega fyrir allan stuðninginn og aðstæðuna og þakka ykkur fyrir að hlusta. Þannig að takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir þetta, það var mjög áhugavert. Við höfum komið fyrir nokkrar spurningar. Bári? Já. Eftir ljónumannum. Er ekki skoðað neitt á Norðurlandi? Eru ekki refir þar og ekki til rannsóknar? Já, þetta er mjög góð spurning. Við ákveðum svolítið að skoða
þessi þrjú svæði þar sem að við vorum eiginlega með flest gögnin þaðan lengra aftur í tíma. Þannig að það var auðveldara að bera því saman að við vorum með alveg eitthvað til að bera saman frá 17 staðstæðan. Já, þetta sýndur stærðar breytileika milli svæða. Er líka stærðar breytileiki á dýrunum sjálfum, sem þyngd eða einhverju svoleiðis? Það er fyrsta spurningin, og önnur svipuð stærð, eða hefur það verið skoðað hvort það er svipuð stærð á dýrum á Íslandi og síðan á öðrum svæðum í heiminum? Það er það mjög góð spurning og er mjög áhugavert að skoða það í samfélagi við reyðum annars staðar. Líka bara með allt sem ég er búin að nefna, það er mjög sniðugt og mjög gaman að sjá í samfélagi við einhvern svíkjóðum og við stærð og erfðabreytileika og svoleiðis. Ég mun einmitt hafa eins dýpra í það að bera saman stærðina á vegum sjálfum, ekki bara flokkarnir, og þá líka tengja við fæðuval og ástandi þar á þessum tímabilum. Þannig að það er einmitt sem næstu skrif hjá mér. Já, sko, viltu kannski koma eitthvað til svona? Það er lagi, ég get svarað því, já. Það eru tófur á svona einangruðum eyjum annars staðar hinum megin við hnöttinn, á Lúsíeneyjum, rússnesku eyjum, Kómódoreyjum. Þar eru undirtegundir eða deilitegundir sem hafa verið einangraðar mjög lengi og þeir eru mjög stórir. Þeir eru á stærð við stærstu refina hérna á Íslandi, en breytileiki stærð virðist vera meiri á Íslandi heldur en erlendis. Við höfum að meðaltali svipað unga refi, en ég held að þú hafi komið aðeins inn á það annað bara fínlítið að það virðist sem ef að stofninn því stærri sem stofninn þéttari, þá getum við séð pínu mynstur sem að væri gaman að skoða betur, að það virðist eins og það séu vel mikið. Sem getur bara verið samkeppnifæði og þetta er líka gentískt, það er bara mjög áhugavert, en við erum með svona heldur stærri heldur en á mörgum öðrum stöðum, en breytileikin er miklu meiri. Kærlega fyrir Anna Bára. Þá er einn fyrirlestur eftir þangað til við sleppið í kaffipásu og það er frá honum Nicolas Leconte. Hann er stofnvistfræðingur og prófessor í heimskautavistfræði við Háskólann í New Brunswick í Kanada. Hann hefur starfað við heimskautarannsóknir frá árinu 1998. Svoleiðis að hann og Ester hann að deila þessu ári við rannsóknum á bæði á norður- og suðurskautinu og sérhæft sig í samskiptum bráðar og afræningja í tengslum við innan fæðuvega. Nicolas hefur unnið að rannsóknum á heimskautarefnum í samstarfi við vísindamenn víða norður heimskautið og hann ætlar að segja okkur hérna frá þessu samspili í fæðuvefnum. Fyrirlesturinn hans er á ensku, en það er sjálfsagt mál eftir fyrirlesturinn að bera upp spurningar hvort sem það sé á ensku eða íslensku og við bara nýðum það þá fyrir hann í kóp. En annars gjörðu það svo vel, Nicolas. Allesammen, unnskyld meg, jeg ikke snakker islandsk, bare norsk og engelsk. And so I'm very sorry not to be able to do that in Icelandic. And today what I want to present to you is really to understand the link between species across the Arctic, and also have a little bit of focus on Iceland and see how we can take different type of data from the fieldwork all the way to the scientific literature. So we are at the edge of a global transformation of our planet and a big loss of biodiversity. And some of the challenges for many is to be able to track the changes, but the changes can be very complex and very quickly. So we can have, for instance, an exercise where you go to a site in northern Canada, and then you have
only 6 species present. And from these 6 species, you have different type of species. And you have here 3 migratory species. I separated the semi-palmated sandpiper with its egg because they're basically 2 types of prey for predators. The eggs are basically the main source of many and much easier to catch. And you have also different group size. You have all the way to grizzly bears going also high up in the Arctic, and small ducklings and goslings. And then what about the links between these species? So for instance, if we want to understand what the ravens are doing, you have like a big portion of their diet will go to the eggs. So, and a little bit of the eggs can be harvested by the grizzly bears, but it's not much of a snack for them. And then you have a bit of shorebirds carcasses or a few injured individuals that can be targeted by the ravens, and very few snow buntings, and many ducklings, especially right now. We have all the hatching birds, and it's very good for raven right now. And but for the grizzly bear, it's not much to eat. And the main source is really caribou or reindeer, as it's called here. And the carcasses of caribou produced by a grizzly bear is the way to go for the raven to access that type of resource. So the link between the 2 predators is really via the caribou. So when we look at that perspective, Pun tried to even play a game to understand, okay, what's going to happen potentially if you remove some species in there. And then I just removed the shorebirds here because they are some of the species that are declining the fastest in the world, and also especially in the Arctic. And we want to understand what's going on for them. And most of the decline are not based off causes in the Arctic, but the consequence for the local prey, the local predators in the Arctic is something that we need to know. And then for today's menu on the and I had needed to put a pizza in the presentation for Esther, how to understand the menu for predators in this changing landscape. So that's the objective we want to do, and some of the method here is very simple, but it took a lot of time, and it's based on a master thesis of a former student of mine that completed in 2023. And she had the fantastic task of going through all the literature where we can gather a lot of different species, of what they were eating across the Arctic, and understand whether the predators were eating what and where, and whether the prey were migrants, and how much they were susceptible to predation. And then the last layer was to map all that together all across the Arctic, and to see where is which species, and to know at the very rough scale of 20K by 20K to understand, okay, what's going on across the Arctic at that rough scale for the summer and the winter. So imagine you have like almost a grid layer all across the Arctic, and then each of the dot is a 25 kilometers by 25 kilometers cell, and then you go there and observe wildlife, and you see, for instance, Arctic fox using in the summer some of the migratory birds, some lemmings, some ermines in the Canadian Arctic, and then in the winter it's very different. All the migratory birds are gone, and then there's not much on the menu for them. So when you go across all that, you want to understand what's going on across space and time. So when we do that everywhere, we can really gather a lot of information just by the information of presence of species and what they can eat. So that gives a potential of where the change can happen. So for instance, if you try to amalgamate all the species that are present across the Arctic for the summer, you have some of the lowest value of all the potential links between species. And this is encapsulated by a term that is called connectance, or much i.e. connected in the network of your the species you are interacting with. And you see that across the summer
it's not much one species connected with many. Everybody is connected to some of them. And then the real contrast happens in the winter, where because there are so few species left, the only species that are left there are heavily connected to each other. So when you zoom in for Iceland, for instance, when you not want just to check across the whole Arctic, you can picture an average of all the cells that are present in Iceland. So for 25K, by 25K, it's about 100 and some cells. And here you have basically a summary of what the predators on average are eating or can eat in the summer or in the winter. So you have on that side all the potential raptors that are eating different type of prey, and each then here is the proportion of the diet of the raptors on average for all the species. You have the raven that is separated from all the passerines because it's such an important predator. You have the Arctic fox, the mink, and I separated also the gulls and the skuas from all the other seabirds because they really behave as important predators for the terrestrial part of the ecosystem. And you see like big links between passerines and also invertebrates. So in this exercise, instead of going through all the species of insects and spiders and everything, I summarize only what is the terrestrial invertebrates, what's coming from the sea, and also in there, what is left is everything about terrestrial subsidies or marine subsidies are not invertebrates, but can be carcasses of reindeer, carcasses of sheep that can be used by different type of predators. And then you see the picture is quite different from this between the summer and the winter. Of course, in the winter, you lose a lot of species from migratory birds, and you see a bigger reliance on everything coming from the sea for especially the resident gull species, and then also a lot of importance of what is available on land for Arctic foxes and the mink and the raven. And you see the potential of overlap between these three species. If you like just make a fading of all these other species and just focus on the Arctic fox, because we are really talking about Arctic fox today, we can see that in the summer you have a lot of different arrows going from the prey to the Arctic fox. So they are really picking everything they can basically from the environment. And in winter, they heavily rely on what's coming from the land in form of carcasses and what's also left over on the shoreline. So if we do also have this kind of map of links between species, can we do the exercise? What is the potential if you lose some, and whether the whole system is at equilibrium or can be becoming unstable? And that's really an exercise of trying to remove links by links. So for instance, you can imagine different species connected to each other. You have a species like a dot, a line for the connection, and you remove just this one, this green one. And then it's only linked to another species and not anything else. And then you remove this one, remove another one, etc. So it's basically the minimal loss you can have at every step. And you can play another game where you lose one, but you lose much more because you chose this one, but it's connected to 1, 2, 3 other species at the same time. So if you do that long enough, you can build a kind of what is the potential impact of losing species in the system in Iceland if all the species behave more or less according to the link that we mapped just before. So in the x-axis, you have the species that are removed. So the one that we are losing here, the green or the red ones, and what is the consequence on the secondary species? So for instance, when you have this lose one, lose more, you remove the red one and you lose that one as well.
So that's what is called the secondary loss. So if you go on average, the minimal loss is that scenario. It's like the best scenario you can get. And then quickly enough, you can see that you can lose a lot of species if you go to the extreme. That's basically the worst case scenario that can happen. I just put in there two other scenarios for the species in Iceland where we lose the key prey for the predators first, or we lose more or less all the migratory birds. Let's say that we lose all the shorebird species because unfortunately they all declined and crashed. And surprisingly, for the system that, as we know now, the impact from all the other species is not that big because of kind of a good resistance to the species loss of the system for Iceland. So if we go again, zoom out across the Arctic, and we also try to understand the impact of a loss of one single prey and how much that is important to many predators. I did an exercise for caribou, and then you have here the carcasses that can be used by Arctic fox, of course, but also wolves. Ermines also are using the carcasses somehow. And then we just play around with, okay, what if we lose 25% of the caribou in this area? And this is very pertinent to the situation now where most of the caribou herds across Canada, Alaska, and also in Eastern Russia are all declining. And some by more than 30% over the last 25 years. And if we do the same exercise again that we showed earlier, we see how much connection between species we could lose. So in the summer, it's not too bad. On average, we lose probably 12% all across the Arctic. And then we have like this portion of Iceland that is a part of the simulation, of course. And then for the winter, we have a different scenario where the loss of connection is heavily impacted, and then this is really the contribution of carcasses for all the predators and other consumers of these carcasses across the Arctic. So this is something that is quite striking all across the range. So if we go over the exercise again to all the other species and play these scenarios of losing species and see the outcome, you can play the map and do that for the summer. All across the Arctic, you have here's an index of how much the system is stable. And then when you are below 1.4, it's quite not so strong compared to the others, and stronger as you go to the red ones. And then you see that it's becoming completely different in the winter. And you see that for Iceland, compared to the rest of the Arctic, is even though the scenarios I just show you is quite good when we lose migratory species, but if we have a system where we lose not just this species, we have something that is quite different from all the rest of the Arctic. And we can, of course, discuss what are reasons behind that, but the number of species there, the size of the land, and the connection to a continental mass is probably something that makes a big difference. So what can we say from there? There is really a striking feature that, for across the Arctic, but especially in Iceland, what is gathered on land and on the shorelines is almost free food for predators, and that helps them a lot, especially in winter, not only to survive as individuals and to have a thriving population, but also to create stability in the system. And when we have a potential for instability, is that when you have subsidies that are so large that the population of predators can be sustained on a higher level, and they can have a bigger impact on sensitive species. The exercise of doubling, for instance, subsidies on land in Iceland can increase the potential impact of predation on migratory shorebirds by almost 30%, because you have happy foxes with big belly
and they are in good condition and they can survive better the winter and go on to eat some of the nest of shorebirds there. So it's really important to understand more scenarios there to link what is potential in terms of just what species are present and to put abundance per se in the equation. For now, it was just almost a game of removing and adding something. And the critical part for this is to have accurate measurement and yearly measure of biomass. And this is critical to even on a smaller portion of the Arctic, when we focus, for instance, on Iceland, to have a good collaboration with people having firsthand knowledge of the diet changes of opportunistic predators like foxes, and to know the numbers. And the exercise we do in our team to try to do the best of all the diet analysis and the hunting statistic is really something that is we can work with, and of course increase the collaboration across different taxa specialists. So people working with different species across Iceland. If there are some good biomass estimates that we can play with and understand the impact on sensitive species, can be really a game changer. And the last key in there is to remeasure the movement. How much the species that are behaving well in one area can also impact the other area where it's not going that well. How much the foxes can move to an area where they don't have so much food to another area where it's very prevalent. We need to understand that to understand the impact on the local birds. So this is really what I wanted to show you today, and I really I was very happy to be here to present that, and thank you for your attention. Well, it's going to be longer. You were quite threatening there at the beginning. Yeah, well, I think we have time for one quick question. Coffee. Yeah. Yes, thank you for your speech. I was just wondering about you talking about missing links or missing species in the food of the Icelandic fox. Have you studied the decline of seabirds, especially gulls, by the shores of Iceland? Does that have any effect on the population? I have not actually inputted the seabirds alone. I just put a simulation for seabirds and wader/shorebird together as sensitive species group. But certainly seabirds are the most likely taxa where the numbers are quite well known, and that could be maybe the best scenario to start with biomass abundance changes. And of course, we see also the peak of abundance of foxes in a year where and the decline after, when the seabirds also had something quite massive happening to them. So we have that mechanism quite well documented for Arctic foxes, and trying to do that with that approach, we will need to add a little bit more juice in the model, because the model is really built on just where are you present or not. And even when you try to tweak it a little bit more to say, okay, about 20% or 50, it's you need to change it a bit more to be able to do it. So with detailed numbers of seabirds, I think because they are so well described, it would be the best target to have that exercise being done at a local scale. Yeah, thanks. Other questions I think we will have to move to the kind of discussion. Núna ætlum við að taka okkur hálftíma kaffi hér og vera komin aftur hingað klukkan 3 eða kannski svona 1 mínútu í það, segja það, svo að við séum sest og getum byrjað bara klukkan 3. Kaffið er bara einna frammi, ekki Anna og Þema, svo þið bara finnið það held ég með þau farum til miðina.
Jæja, blessuð öll sömul, ég vona að þið séu endur nærð eftir svo lítið að kaffi. Nú ætlum við að halda áfram og við fáum 3 kynningar áður en að við skellum okkur síðan í hálftíma pallborðs umræður í lok dags. En næstur hingað til okkar sem ætlar að fjalla nýtt stofnlíkan fyrir íslenska refinn sem að Ester var svona aðeins búin að gefa okkur hérna, hvað er íslenska orðið þetta, kýtlu, hérna teaser af áðan í sínu erindi. Það er hann Bruce McAdams sem að stýrir þróun á þessu Bayesian stofnlíkani fyrir íslenska refinn. Hann hefur aðsetur í Skotlandi, vinnur þessa myndir af verkefnum fyrir Náttúrufræðistofnun og fyrir Hafrannsóknastofnun, þar sem hann fæst við þróun stofnlíkana fyrir dýrastofna og nýtir þar gögn úr rafrænum merkjum til að rekja ferðir og staðsetningu fiska. Áður hefur hann komið að gerð fjölbreyttaða líkana á sviði náttúru og umhverfisrannsókna, meðal annars áhrif loftslagsbreytinga á fiskeldi, stofngerð íslenska þorsksins, eldi hrognkælsa sem nýtt eru sem hreinsfiskar í laxeldi, auk samspils fugla og vindorkuvera. En vertu velkomin, Bruce. Apologies for another technical talk in English. And when we say modelling, people sometimes get confused. So I'm not going to be showing off my Arctic box fur coats. We're talking about building computer programs and equations that describe what's going on in a natural system with crazy diagrams and crazy graphs that hopefully I will make clear. So the reason that we're modelling the fox population is that we can collect certain pieces of data about the fox population. In particular, we have lots of data about foxes that were hunted because people have seen them. And we have detailed data about individual foxes. If they've found their way to the lab, people have dissected them and taken samples. But it's not possible to make detailed observations of the entire fox population. Just as with any biological system, the animals are out there in the wild. We can't observe them all. We can't collect all the data that we would like to have. We use population modelling to try to estimate numbers that we can't directly measure. And we want the numbers that we estimate to be consistent with the data that we've seen in the real world. So my work is about estimating numbers. We know that they're not totally correct, but they're consistent with what we've seen happening in the real world. And this allows us to answer 2 sorts of questions. Questions about numbers of foxes, and we're interested in how many foxes are alive at any time, and how does this break down by age and sex and the region that they're living in. We also want to know things like how many foxes are born each year. Does that vary across the country? How much does it fluctuate from year to year, and what might drive those fluctuations? And we want to know how many foxes die of different causes, whether it's hunting or other causes. And we're also interested in questions about rates at which things happen. So on the one hand, it's the actual numbers that we're interested in. On the other hand, the rates at which things happen. So what's the hunt death rate? When we hunt the foxes, what percentage of the population are we killing? And how does that differ for different groups of foxes? For example, some of the hunt may target males more than females, or females more than males. We want to know what's the death rate out with the hunt, how many foxes are dying of natural causes or other causes like getting hit by cars. And we want to know what is the birth rate, how does it relate to the population, how would we calculate going into the future how many foxes are going to be born. And when we estimate these numbers, it's very important not to, well, the computer is not the boss and the mathematics is not the boss. It's important to work with experts to make sure that the model accurately reflects what's going on with the biological system and with the hunting system. And it's very important that we acknowledge uncertainties in the results that the model gives us. So today I'm going to show you graphs, and all of those graphs have got wide error margins because we don't know exactly what's going on. We have to acknowledge the uncertainties that we have. The model that I'm building is based on 2 sources of data. The first source of data is the hunt statistics, and that's just count of the number of foxes that are hunted across Iceland. And that can be broken down by region and by year and by the hunt group, whether it's cubs and denners that are killed on the dens during the early summer period, or whether it's the runners
foxes that are killed away from dens at any time of the year. The graph on the screen shows the national statistics, cubs at the top, denners in the middle, and the runners in the purple colour at the bottom. And we can see that over time that fluctuates, and to some extent the proportions of the groups that are hunted varies, and that means that there's different pressure on different age groups and the different sexes at different times. So that's one of the sources of data in the model. This is where we get our overall estimate of numbers from. The other source of data in the model is data about individuals that have found their way to the Natural Science Institute, and Esther or her volunteers and interns and students have dissected them. You see the photograph there. I think we've seen this photograph already today. These are fox jaws. The canine teeth are being removed. The canine teeth are, a slice is taken from them. It's stained so that we can see the growth rings examined under a microscope, and that allows us to get the age of the fox. And age is very important, because when a fox is killed, if we know what age it was, we know what year it was born, and that gives us an indication of how many births there might have been in that year that it was born. So from a subsample of all the foxes that are killed by hunting, we obtain the age from the teeth, we know the sex from observation, and we know the exact location that that fox was killed, the date that it was killed, and whether it was killed as a runner or a denner or as a cub. And the aim of the population model is to treat this sample as being representative of all the foxes that were hunted, and to use that data to try to reconstruct what's going on in the population as a whole. But a key thing is that the foxes that are hunted are not necessarily typical of all the foxes that are out there alive. The ones that are hunted are the ones that the hunters are able to target more. There are other foxes that might have different characteristics. So we need a model that models all the other processes that are going on to try to reconstruct what's going on. Just to show you that data in a bit more detail, this is the map of Iceland that I'm using, which divides Iceland into 6 hunt management regions. And for each of those regions, I know the number of cubs, denners, and runners killed. And we can see, for example, the levels of hunting are different. So here in the northwest, the hunting is generally much more. The total numbers killed is generally more than in the northeast. We see that in the West Fjords and the West, there was this drop in the hunting, in particular the denner and cub hunting dropped around about 2012, and that didn't happen in the other regions. In the northwest, the overall fluctuations of the numbers being hunted tends to follow the number of runners being hunted, but the denners and cubs remains roughly constant over time. So there's different patterns in different regions. In my model, I model each region separately, and I'm not attempting to model migration between the regions, which is one source of inaccuracy in the model. It does use similar parameters for all the regions. So I assume, for example, that runner hunting, which is to an extent age specific, I assume that the age specificity is the same across all of the regions. So data from one region helps me fit the model results for another region. So the model is a seasonal model of the fox population, which for me, as the person who sits at the computer writing computer programs, was fascinating, because most people do this type of modeling on an annual basis. And it was really interesting for me to try to break it down to be more detailed. We have a breeding season when the cubs are born and they stay with their parents, which runs roughly May to September. A post-breeding season, which runs from October to December, when all of the cubs leave the den and all of the foxes are subject to runner hunting. And then after New Year, we have the pre-breeding season the next year. All the foxes have to survive the coldest period of the year, and they're all potentially subject to runner hunting. And the computer model, in each season of each year and in each region, we try to estimate how many foxes are there of each age and break that down between the sexes as well. 3 processes are included in the model: the births at the start of the breeding season, the foxes that are killed by hunting at
every season, broken down by age and sex and the hunting group, denners, cubs and runners. And every season foxes die of different causes, natural mortality, and that mortality rate also varies throughout the year. For technical people, this model is a form of virtual population analysis. It's very similar to what HAFRO used to assess fisheries. And in particular, this model is a Bayesian virtual population analysis. So it's a probabilistic model. I'm not trying to estimate my best guess of the number of foxes. I'm trying to place a confidence interval where I say I'm 95% certain that the value lies between this low value and this high value. And that's important because we just don't know, for example, what the natural mortality rate is. So we need to have this probabilistic aspect to the model. Really quickly for the technical people. Oh no, I thought there was a technical slide next. A little bit more about the model. The model depends upon parameters such as the birth and death rates. They're not directly observable. We don't have accurate numbers to use. So at the start of building this model, I sought expert advice through Esther and Esther translating material that she finds in Icelandic or conversations that she has that she can use to inform me of what's going on, to try to estimate a range of figures for the mortality rates and the birth rates. We describe these estimates that we start off with before we've looked at the data as the prior rates. And then the computer model refines these prior estimates into what we call a posterior estimate. And that's achieved by the observation model. So the observation model takes the actual data that we have from counting up how many age 5 foxes did we find in the lab for the Southwest region in 2012. The model simulates the process of randomly picking foxes from the hunt and seeing what ages they are. It looks at how well did the computer simulation match the real data. If it's a good match, we've got a good estimate and we keep it. If it's a bad match, it's a bad estimate and we throw it away. We repeat that process lots and lots of times until we've got a set of good estimates that fit well with the data that we've got. And that gives me a measure of uncertainty. So for example, I might say, oh, in 95% of the estimates that I've got, the natural mortality rate of age 0 foxes in that season lies between 10 and 15%. So that gives me my refined estimate there. The technical slide, I think there are people sitting at home watching on the internet who do this sort of modeling. So it's a Bayesian virtual population analysis. I've implemented it in JAGS, which I call through R. So I've got a whole bunch of computer scripts that pull data directly from a database and run the model and generate a load of graphs. The data are the exact numbers hunted per year and the ages of the sample of foxes from the lab. The VPA's got the 3 seasons, 3 groups of hunting, priors for natural mortality and birth rates. There's no migration in it at the moment. It's more than 1,000 lines of code, depending on which files we look at. The computer has to estimate about 16,000 numbers to do its calculations. It takes about 14 hours every time I run the model. So the way that we work is I discuss things with Esther online. I'm sitting at home in Edinburgh. She's in Reykjavik. We discuss what changes to make to the model. I run the model. I go away, and then the next morning the results are ready. I draw the graphs and I can send them back to Esther, and then we discuss those results again. So it's quite a lengthy process. And we've been working on this for a few years now. And it's really changed a lot from the first version we had, which was an Excel spreadsheet. And we've defined this model and developed over a long time. And we've spoken to a lot of people. So the model hasn't undergone a sort of formal scientific peer review yet, but it is input from a lot of different people. So having a look at the results. This is, I guess, the headline that people are always interested in. This is my model's estimates of the number of foxes in each region. The graphs here are running from, let me check, 1998 to 2024. And the top of the graph, I know it's difficult to see on the screen,
These are peaking at around 4,000 foxes per region is the top of the y-axis on these graphs. From that, we see most of the regions, the population looks fairly stable. Some of the regions have had a peak in the population in the past, and some of the regions seem to be in decline at the moment. We have to be cautious about interpreting this because it depends on the data quality as well. And in some regions, for some time periods, we don't have very many ages of foxes. And that means it's difficult for us to decide how many foxes were born in each year. So it's difficult for the model to track what's going on in periods that we don't have very much data. The model works on the basis of each region separately. If we take these regions and we add the figures together to get a total for Iceland, it does look at the moment that it's in a slight decline. As I said, I've not formally published these results yet, so I think we should be cautious about interpreting this at the moment. That was the numbers. I think for me, actually, what's going on with the rates at which things happen is almost more interesting. So the hunt mortality rates, the y-axis here is the percentage chance of an animal being killed, the 30% of cubs being killed every year, and maybe a bit under 20% of the denners. And then for the runners that are being killed away from the den, getting a smaller fraction of the population, which makes sense because they're harder to get a hold of. The highest mortality is the age zeros. They're the cubs that have left the den. And one of my concerns would be maybe those are foxes that were going to die and not survive the winter. If we look at the non-hunt rate that includes natural mortality, we do in fact see that in the pre-breeding season, the early winter, the model doesn't assign much natural mortality to those age zero cubs, which suggests perhaps they're being hunted and therefore not dying of natural causes because they're killed by the hunt, but that doesn't mean the hunt is actually necessarily controlling the population. I'll skip the birth rates and just warn you, the model doesn't have migration. It doesn't estimate the birth rate based on the number of potential parents, so it's not got a model of reproduction. The sample size varies a lot by region and by year. Particularly, the top right line there is the Northwest region, which was the one that showed the population decline, but it goes through a long period when I don't have good age data to fit the model. There's no additional data, such as a survey of how many live foxes were seen to help guide this. But I do think it's a promising framework for modelling the Arctic fox population going into the future. And what we're hoping to do as we go into the future is to incorporate more data, such as rates of migration from GPS, if we can get it, den occupancy data, if we can get it, or survival from ear tagging or something like that, if we can get more data, and that will help us model more accurately. So I think I've overrun a little, so I'm not sure if we have time for questions at the moment. So if there is no hunting of cubs, it might not even, affect the amount of so the it's not- foxes so by not- the end of the winter. So not the, there's two types of hunting on the age zero foxes. That's foxes that haven't been alive a year. There's the cub hunting, which is when they're killed at the dens, and then they are also killed as runners throughout the winter. And one of the model outputs suggests that the non-hunt mortality through the winter of these age zero foxes is very low. And my hypothesis is that if they're being killed by hunting,
the model is saying there are so many of these being killed by hunting, they can't also be dying of other causes, or there just wouldn't be any. But it's difficult to know what's going on because if I'm underestimating the number of births, then that would be a possible. Maybe the number of births is higher than I'm estimating, and therefore lots of them are being killed by the hunt, and also lots of are dying of other causes. So without additional data, it's difficult to separate out the processes that are going on. And also the model doesn't tell us anything about what happens if we change one thing, what side effects does that have on other things. So it may be that if we reduce the hunting, the non-hunt mortality rate, the natural mortality rate from starvation through the winter, for example, could increase. Or it may be that that doesn't happen. The model isn't capable of answering that sort of question. So it's difficult to know, but it is clear that we're killing a very high proportion of the foxes that are being killed are the age zeros, which haven't bred yet and which don't have that high a chance of breeding in the next year. So maybe that's targeting foxes that in a way that isn't exerting a control of the population size. Yeah, I was wondering like how variable is like the hunting intensity and how does that affect the model? Like if we're seeing, you know, differences in how much hunting is going on, does that affect the model at all? So that I don't have the graphs here. For each hunting season, I estimate how much above or below is the rate of hunting that season compared with the average rate over the whole time series. And that's actually reasonably stable, whereas in the model output, the non-hunt mortality, I find has got very wide confidence intervals and seems to fluctuate. But that's maybe, again, it could be because the model is based on hunting data. So anything to do with hunting, we can estimate more accurately. And anything that's not to do with hunting, we estimate less accurately. I don't have the graphs to actually look at them here. But the hunt seems not that unstable. There's some peculiar things. For example, the Denner hunting and the cub hunting should track each other very closely. But in recent years, the proportion of cub hunting has gone down relative to the den hunting. So I'm not sure what's driving that in the data. Yeah, thank you. Move on, but yes. So I do encourage you to ask Bruce during the panel discussion. Næstur hjá okkur hann Skúli Þórðarson sem ætlar að segja okkur frá veiðigögnum. Hann verkefnastjóri hjá Náttúruverndarstofnun, þar sem hann hefur meðal annars umsjón með veiðum á ref og mink, samskiptum við hagaðila vegna þeirra veiða. Þar með talið öflun upplýsinga og samningagerð við sveitarfélög refaveiðar og umsjón með greiðslumót framlega vegna refa og minkaveiða. Vertu velkominn, Skúli. Takk fyrir. Já, ég nú ekki með mjög marga glærur en ég ætlaði bara að byrja á því að rúlla í gegnum þetta og byrja aðeins á sögunni. Já, eins og við vitum nú flest, þá eiga refaveiðar sér langa sögu og refaveiðar eru í raun eitt af elstu og helstu verkefnum gömlu sveitarfélagana, gömlu reppanna á Íslandi. Ásamt fátæktarframfærslu og fjallskilum. Þetta eru þekkt verkefni úr sveitarfélagageiranum, þar sem ég starfaði nú árabil og allt þetta þekkt verkefni enn í dag. Það má kannski segja að fjallskilin og refaveiðarnar hafi ekki tekið miklum breytingum en sem betur fer hefur félagsþjónustan gert það frá því ég var á fyrri tíð. Eins og hefur komið þetta fram fyrir í dag þá eru til ótrúlega góð gögn veiðar á ref frá árinu 1958 og þær skipta okkur miklu máli og hafa skipt miklu máli bara í þeim rannsóknum sem að hér búið að vera að gera grein fyrir í dag. Þannig að það mikils virði að hafa þessar upplýsingar. En við þekkjum það líka og það hefur komið líka fram hér í dag að það eru miklar sveiflur í veiðunum.
og einhverju leyti líka í skipulagi og framkvæmdi gegnum árin. En þó ekki, kannski að því að ég tók svona til gamans úr minni gömlu heimabyggð hérna sem til hliðar á skjánum, úr Vestur-Húnavatnssýslu, gömul reglugerð frá 1922. Það sem að verið að tala hvað gera skuli til hérna varðandi refaveiðarnar. Þetta nú svo sem ósköp líkt í dag nema við erum hætt að eitra fyrir refnum, sem betur fyrir. Og ég skoðaði, það var svolítið gaman, gerði mér farða núna þegar ég var að undirbúa þetta, þá skoðaði ég gamla reglugerðir allt frá seint á 19. öldinni og þessi sé frá 1922 þá eru það ósköp keimlíkar allar og enn í dag erum við stundar refaveiðar eiginlega með svona autopilot sjálfstýringu eins og bara var seinni hluta 19. aldar. Í miður. Já, núverandi löggjöf, og þetta hefur líka komið fram, refaveiðarnar og kaflinn refaveiðar byggir á villidýralögunum, löggjöfinni frá 1994 ætla ég að segja. Refir eru friðaðir, en friðun aflétt á grenjatíma og vetraveiði einnig heimil utan grenjatíma, þannig að sko, þetta friðunarákvæði svolítið sérstakt, því að það eru fyrst og fremst undanþágur allar hringinn til veiða. Þannig að, en grundvallaratriðið sem að kemur raunverulega fram í löggjöfinni það bæði á grenjatíma sem frá 1. maí til 21. júlí ár hvert og síðan vetraveiðin. Veiðarnar eru grundvallarar á því að verjast tjóni. Þeim ætlað það megin hlutverk að verjast tjóni. Nú, ég ætla aðeins að hverfa aftur til ársins 2014, þá verðandi Umhverfisstofnun hafði mikið þá samráð á árinu 2013 raunverulega, víðtækt samráð við bændasamtökin og Samband íslenskra sveitarfélaga að auka svona gegnsæi í þessu og þá var farið að gera 3 ára áætlanir til 3 ára í senn, skulum við segja. Og þessi slíka áætlun var fyrst gerð árið 2014 til árana 2014, 15 og 16 og það voru gerðir þá samningar sem Umhverfisstofnun gerði þá samninga við refaveiðar, samninga við sveitarfélögin refaveiðar og þetta voru tæplega 60 sveitarfélög á þeim tíma og þau eru það enn í dag. Og þessum samningum var fyrst og fremst líka þá ætlað að auka fyrirsjáanleika, bæði útgjöldin og hvernig sveitarfélögin ætluðu að standa refaveiðinni og þá að auka fyrirsjáanleika þeirra útgjöldin á hverju 3 ára tímabili og hverju mætti gera ráð fyrir því hvað mótframlögum mætti gera ráð fyrir því að þau fengi. Nú það eru ráðnir veiðimenn hjá hverju sveitarfélagi sem fá greitt þaðan og sveitarfélögin skila svo kostnaðaráætlunum til Náttúruverndarstofnunar og fá mótframlagið frá ríkissjóði í gegnum okkur eftir að hafa skila ákveðnum tilteknum gögnum sem að við óskum eftir á hverju ári og þessi svona áætlun útbúum við fyrir hvert 3 ára tímabil. Þetta búið að koma fram í dag, svona cirka, að veiðin frá 2014, þetta að rúmlega 6.300 dýr á hverju ári að meðaltali. En þá kemur að þessu sem ég aðeins í upphafi, að í skilunum frá sveitarfélögunum, þá kemur bara fram að tjónatilkynningarnar eru mjög fátíðar. Það eru bara teljandi fáar. Og það vekur alveg, það satt að segja vekur spurningar. Hversu fáar þær eru? Ein og ein tilkynning þar sem að refir hafa ollið usla og tjóni í æðarvörpum. Grunur dýrbít á þessu greni eða hinn. Staðfestur dýrbítur. En bara heilt yfir, gegnum árin frá því að farið var að gera þessa samninga og sveitarfélögin og beðin að skila gögnum tjón af völdum refa frá árinu 2014, teljandi fáskipti. Tjónatilkynningarnar eru teljandi fáar. Og þær vekja raunverulega, þessi staðreynd sem ég að segja ykkur hér núna, vekja raunverulega upp vekja upp spurningar raunverulega þá grundvöll veiðar í dag við óbreytta stund.
Núna í vor, sem sagt, síðasta 3 ára tímabil endaði núna síðastliðin árum. Við erum sem sagt að gera núna ganginn í nýtt 3 ára tímabil, 2026 til 2028. Við köllum eftir upplýsingum frá áætlunum frá sveitarfélögum núna í vor. Og það voru 45 sveitarfélög sem að töldu mjög mikla þörf á refaveiðum í þeim mæli og með því formi sem verið hefur á undangengnum áratugum. 45, mjög mikla eða mikla þörf. Og 30 þeirra töldu að refir væri að valda mjög miklu tjóni. En samt sem áður, sveitarfélögin ekki að skila okkur upplýsingum þetta tjón. Við fáum þær ekki. Þannig að hér fer ekki alveg saman á mínu mati hljóð og mynd. Nú, endurgreiðslurnar eða mótframlögin frá árinu 2014, hugsið ykkur, 1.483 milljónir. Þetta eru meðaltali 123,6 milljónir á ári sem að kostnaður sveitarfélagana vegna refaðanna. Og mótframlag ríkisins til sveitarfélaga frá árinu 2014 nemur 322 milljónum og að meðaltali 26,8 milljónum. Við erum að endurgreiða eða veita mótframlag í samræmi við kostnaðaráætlanirnar sem ég búin að vera að segja ykkur frá, sem að sveitarfélögin skila okkur inn, eða raunkostnað eftir því hvort sem lægra. Ester tók þessa flottu mynd hérna þessum ref með eitthvað fiskfang í kjaftinum. Nú framtíðarsýnin, ég var að segja ykkur frá því að það að byrja nýtt tímabil núna og fyrir þá 26 til 28. En miðað við allt þetta sem ég hef verið að tala þá það skoðun okkar og við erum ekki að halda því fram í fyrsta skipti hér og nú, við höfum gert það áður á undanförnum árum, að við teljum að raunverulega séu forsendur brostnar fyrir óbreyttu fyrirkomulagi refaveiða. Þá ég að meina út frá lagalega grunninn. Þar sem að nota bene og endurtek verið að forða tjóni sem að við fáum engar upplýsingar og sveitarfélögin heyrði ekki að skila okkur upplýsingum ef það raunverulegt. En við fögnum því hér í dag að það nýtt stofnlíkan frá Náttúrufræðistofnun sem að að líta dagsins ljós og hefur verið kynnt hér, skila ánægilegt. Og það gefur okkur þá stórt tækifæri til þess að líta til framtíðar og líta fram á veginn. Og þar höfum við hjá Náttúruverndarstofnun sagt að nauðsynlegt sé að gera í kjölfar stofnlíkansins stjórnunar- og verndaráætlun fyrir íslenska refastofnun. Við höfum talað þetta í nokkur ár og þungin í þeirri umræðu alltaf að verða meiri og meiri. Við þurfum að stíga þetta skref. Stofnlíkanið komið, við þurfum að taka ákvörðun að ráðast í gerð stjórnunar- og verndaráætlunar fyrir stofnun. Þá náttúrulega slík áætlun háð fjármagni og tíma og mannafla. Við höfum mikið vilja til þess að hefja þessa vinnu. Og þá samtalið við hagaðilana, veiðimennina, sveitarfélögin, bændasamtökin, æðarræktunarfélagið og svo framvegis, æðarræktundur. Þetta samtalið auðvitað mikilvægt því að niðurstaðan byggist á því að það sé virkt samtal. En þar í svona stjórnunar- og verndaráætlun þar verður náttúrulega heildarsýn á veiðarnar, tilgang þeirra og fyrirkomulag lagt fram með heildstæðum og skipulögðum hætti. Og í kjölfarið eða samhliða koma fram einhverjar tillögur þá fyrirkomulag til framtíðar. Og þá þarf auðvitað að endurskoða löggjöfina sem ég byrjaði aðeins á því að segja í upphafi nýs erindis. Það nauðsynlegt að endurskoða ákvæði villidýralaga refaveiðarnar samhliða nýju stofnlíkani og vonandi sem fyrst nýrri stjórnunar- og verndaráætlun fyrir íslenska refastofnun. Þar liggur allt undir, allt það sem ég búin að vera að telja hér. Fleira var ekki. Takk fyrir.
kærlega fyrir þetta góða erindi. Hvað spurningar? Hvað fannst þér þetta? Já, takk fyrir þetta Skúli. Stutt spurningar hérna. Hvað kostar stjórnarverndaráætlun í heild sinni? Hver borgar fyrir hana og hver er rekstrarkostnaður hennar á hverju ári? Síðan er ég líka með spurningu um það ef að ríkið dreifast út af refveiðum. Ætlar ríkið þá stór auka framlög sín í minkaveiðar og taka ábyrgð á þessari ágengu innfluttu tegund? Já, nú skal ekki segja, það er, og við höfum gerðum, þú þekkir það Áki að við gerðum stjórnar- og verndaráætlun fyrir Rjúpnastofninn. Nú stendur yfir gerð stjórnar- og verndaráætlun fyrir íslensku hreindýrin. Hún er svona í startholunum og ég held að báðar þessar stjórnar- og verndaráætlunir sem ég er að nefna fyrir rjúpuna og hreindýrin, svona kostnaðarramminn í kringum það hafi verið í kringum 30 til 50 milljónir. Gróft sagt. Og hérna, hver borgar fyrir það? Við höfum fengið opinbert fjármagn frá ráðuneytinu okkar til þess að hefja og bera kostnað af þessari vinnu. Í þessari tölu er laun opinberra starfsmanna sem að vinna bara á ársbasis til það tali með. Það er þeirra vinnuframlag. Þetta er, þú þekkir það, þú hefur tekið þátt í þessu með okkur sjálfur. Það er fyrst og fremst aðkeypt þjónusta, sérfræði þjónusta, sem að við höfum verið sem að er að kosta stærsta hlutin af þessu, sem er stærstu hlutin af þessum kostnaði. Takk fyrir erindi en mér langaði bara að snerta á þessu, talaður skort á tilkynningum, að það hlýtur að skrifast á bændur og hagsmunaaðila, þeir eru bara rægir eða skilin því að ég hugsa að standa ekki á sveitarfélögum sjálfum. Hinn hluti spurningana var, eru sveitarfélög bara heilt yfir landið að draga úr, af því ég sé það í kringum mig að þau eru að draga út í kringum mig, úr því í kringum mig, og meðan það eru örfá sem leggja ennþá áherslu á þessar veiðar. Takk ég eftir að það sé í þá átt að þau sé að draga úr. Fyrst að þessu með tilkynningarnar, veiðarnar eru náttúrulega á ábyrgð sveitarfélaganna. Þau stjórna og stýra veiðunum. Við gerum það ekki. Það eru þau sem gera það og þau ráða veiðimennina og við förum fram á það að upplýsingum sé skilað til okkar hvaða veiðir verið hvar refirnir eru veiddir, hvort það eru hlaupadýr og yrlingar eða grendýr. Og við óskum eftir að fá tilkynningar og tjóni síðan slíkt að ræða. Þetta var ég að segja á þann, því miður, eða einhverju hluta vegna, þá erum við ekki að fá þessar tilkynningar. Það er bara teljandi að fá skipti. Nei, ég held að það sé ekki áberandi að sveitarfélögum sé að draga úr þessum veiðum. Við verðum ekki verið það. Við fengum núna áætlanir frá 54 sveitarfélögum. Og ég tók það nú ekki, ég var ekki með það í þessum punktum. En mig minnir að áætlanirnar fyrir árin 26, 27 og 28 séu á bilinu 200 til 250 milljónir árlega sem sveitarfélögin áætla sem kostnað á þessum 3 árum, 26 til 8. Já, takk og takk hérlega fyrir erindið. Nú sagðirðu veiðar eru bannaðar samkvæmt lögum. Og svo þegar þú nefnir þessa 3 þætti aðra þá eru það væntanlega undanþágur. En þá er spurningin hvernig farið með undanþágurnar úr því að þetta er bara eins og þú segir, bara automatískt nánast. Er ekki virkilega komin er ekki komin tími til að fara að endurskoða þetta þannig að láta undanþágurnar virkilega vera undanþágur en ekki framkvæmdina eins og hún er í dag. Takk fyrir. Ég held að ég hef verið að reyna að gera tilraun til að bara segja það á hreinni íslensku, ef ég get orðað þannig, með skýrum hætti. Allt sem varðar framkvæmd
refaveiði á Íslandi þarfnast brýnnar endurskoðunar. Löggjöfin og allt sem að snýra framkvæmd og tilkynningum veiðarnar. Við skulum bara halda áfram, Snæbjörn, þú eru bara að spyrja ætlar að spyrja, við stoppum þið ekkert. Já. Nei, það verður aldrei, mér ekki kunnugt það. Ég veit ekki hvernig þeir að tringa mál með hráttan mögulega, en nei, það er ekki gegnum Umhverfisstofnun áður eða Náttúruverndarstofnun í dag. Nei, ekki það ekki. Takk kærlega fyrir þetta. Við vísum bara öðrum spurningum í chatborðið. Þá er síðastur en alls ekki sístur, hann Kári Gunnarsson, hann ætlar líka að brydda þetta upp á nýjungum, hann ætlar ekki að vera með glærur, bara svona til þess að við þurfum að einbeita okkur að því hvað hann er að segja líka. En hann hefur starfað sem refaskipta í Skagafirði samfleytt frá árinu 1986. Hann hefur sérstakan áhuga á breytingum á náttúrufari og lífríki, auk þróunar í refaveiðum og veiðiaðferðum. Þá hefur hann jafnframt áhuga á viðhorfum íbúa til villtrar náttúru og hvernig þau hafa þróast með nýjum kynslóðum, breyttum búskaparháttum og byggðaþróun. En vertu velkominn, Kári. Takk, ég vil nú byrja við að þakka Ester Rut bara sérstaklega fyrir að bjóða mér eða fulltrúa veiðimanna. Því að ég held að sé þú að koma nógu oft fram í þessu spjalli okkar að það eru gögnin frá veiðimönnum sem eru lögð til grundvallar ansi víða og við komumst varla í gegn með fyrirlestur sem að sér talaði þessu gögn. En Ester hefur komið norður, og þetta er bara, ég er nú að tala alveg út fyrir efni, hún hefur komið norður og haldið fundi með veiðimönnum. Þegar ég var að vinna þarna í þessu skipuleggingu veiðana, þess að margumræddu skipuleggingu veiðana. Og það er, svona að tala nú vonda í íslensku, það er algjör game changer að fá hana norður til þess að funda með veiðimönnum og útstýra fyrir þeim. Ég er að biðja ykkur að gera þetta fyrir mig, ég get ekki borgað ykkur neitt. Þetta verður ykkar vinna, þetta er ykkar kostnaður, ykkar fyrirhöfn, en ég er að biðja ykkur að gera vegna þetta skiptir máli. Og þetta virkar. Gögnin fóru að koma inn sem hefði ekki komið inn ára saman. En svona í framhjálpi í varðandi tjónatilkynningar, þá held ég að það sé kannski eru veiðimenn eitthvað illa forritaðir en til dæmis viðmiðunarlaun, verðlaun veiðimanna. Mér minnir að þau eigi að vera ákveðin af einhverju opinberri stofnun og þau nýjustu eru frá árinu 1996 eða 7. Ég held kannski að þetta geti haft áhrif á hvernig hvað mönnum finnst skipta máli og ekki skipta máli að fylla út einhver eyðublöð, En nú ætla ég að byrja á þessum hugleiðingum mínum, þetta var nú til efnið. Og ég ætla bara að lesa þetta upp fyrir ykkur svona mestu leyti, en ég tel að flesti veiðimennum vilji gjarnan leggja sitt að mörkum, það sem til gagns geti komið varðandi rannsóknir á refastofnunum. Upplýsingar frá veiðimönnum veidd dýr og fjölda leitar að grenja geta gefið hugmynd ástand refastofnsins, en er þó háð því að það séu skráðar að nákvæmni og yfir lengri tímabil. Það kann að felast þversögn í því að eyða refum, eins og það var kallað, hjálpi til að afla upplýsingum ástand refastofnsins, en það getur nú verið þannig eigi að síður. Þó verður að hafa í huga að breytt veiðálag, breyttar veiðaðferðir, hafa þróast í gegnum árin og frekar hratt upp á síðkastið. Og það er kannski rétt að smeygja inn í þetta hugleiðingum áhrifið þess að vera hægt að borga tímakaup, sem var vissulega hægt, allavega það sem ég þekki til. Það var að fara að borga bara premíu fyrir veiddan ref, ekki borgaður akstur, ekki borgaður veitt nema þú fyrst bara dýra verðlaunum sjálf. Það virkar þannig að þegar þú færð verðlaun bara fyrir árangur, að þeir sem eru fljótir að sópa niður hluta af af þessu, nú er ég að tala um grenjavinnsluna,
að segjum að það sé einn hvolpur eftir og það eru 2 menn og það borgar 20.000 kall fyrir hvolpinn og þeir sjá fram að kannski þurfa að bíða lengst fram á kvöld eða fram á næsta dag og þá er þetta 10.000 kall á mann, eftir skatt er það 5.000 kall, hver nennir að vinna í 12 tíma fyrir 5.000 kall. Þannig að þetta hefur áhrif í sambandi við skráningu, þetta er samviskuspursmál veiðimannsins, hann sá þennan hvolp, hann sá hann bara inn í greinið, á hann að skrifa hann að skýrsluna og segja hann sé lifandi, hvað hann að gera, þannig að það er alls konar svona mál sem getur komið. Ný tækni við vetrarveiði gerir hana markvissari, má það nefna nettengdar vöktunarmyndavélar sem varpa ljós á komin tíma refaðæti. Með tilkomu samfélagsmiðla og internets geta veiðið með stöðmiðlaði reynslu sín á milli, varðandi veiðaðferð og búandi veiða. Ég tel að viðhorf flestra veiðimanna til refsins hafi breyst. Nú er ég náttúrulega kannski meira að tala fyrir það sem ég þekki heimiskagafrið, en ég held að þetta sé svona. Í dag eru flestir að stunda veiðarnar sem tómstundagaman líkt og aðrir fara í golf eða leikhús. Það er í sögunni til að veiðimenn hafi tekjur á veiðunum sem að fyrri tíð þótti eðlileg. Greiðslur fyrir unnin dýr duga í mesta lagi fyrir hlutakostnaðar en skila í engum tilfellum sambærilegum vinnulaunum og eru greidd í dag. Búnað til refaveiða er dýr. Ekki bara vopn, sjónaukar og annað sem þeim tilheyrir, í flestum tilfellum verða menn eiga sérhæft farartæki svo sem fjórhjól, sexhjól, breytta jeppa og annað til að bera svo slóði refan eftir torfærum stígum og slóðum. Nýjustu tæknin í vopnabúri veiðimanna eru drónar sem færist í vöxt að menn noti til að kanna hvort ábúð sé á grenjum jafnvel langan veg og þetta er þá bara gert til þess að spara sér bara göngu og tíma. Þú getur bara skoðað þvert yfir dal, bara fara með drónan alveg í greinu og þú sérðu það ef við tölum eftir 1. júlí þá bara sérðu á greinu hvort það er ábúðar ekki allavega nógu vel til þess að ákveða hvort þú þurfur að skoða það betur. Ég held að þessi saldóm álit flesta sem tilþekja að refa séu fræði sem enginn verður full numa í. Flókindi refsis valda því og honum tekst reglulega að koma veiðimönnum óvart, jafnvel þeim sem stunda hafa refið áratug saman. Einmitt það gerir refaveiðarnar að þeirri áskorun sem þær geta verið og hafa lítið alltaf verið. Mig langar að fara nokkrum orðum með sérstakt áhugamál mitt en það eru breytingar á lífríkinu sem á leiði líkum að hafi og séu að hafa verulega áhrif á atferli refsins. Breytingar á lifnaðarháttum refa í Skagafirði og víðar á land urðu veiðimönnum ljósi fyrir áratugum síðan líklega fór fyrsta beraðum í 1980. Þá fór að finnast á láglendi refagrein í ábúð sem ekki hefur verið notkun síðan elstu menn mundu, sem dæmi mann afla Hegranes, sem sagt landsvæðið í miðju Skagafjarðar. Rétt er að geta í Hegranes höfðu refi líklega á sig bústaði í Firndinni því örnefni sem tengjast refum hafa verið þekkt, svo sem Grendalur. Samhliða höfðu veiðimenn tilfinningu fyrir því að grenmjöðan hátt til fjalla verið sjaldnar í ábúð. Æ síðan hafa fleiri nýgren fundist á láglendi og svo komið að allt undirlendi Skagafjarðar eru orðið bústaði refa og virðist þéttleikinn auðkast. Eðlilega veltu menn fyrir sér hvað gæti hafa komið þessum breytingum á lífsháttum refanna stað og nokkur atriði koma upp í hugann. Fyrst má telja búskaparbreytingu og búháttabreytingu sauðfjárrækt. Lagst hefur nánast alveg af svo aldagammal hefð að láta sauðfé beita sér og bera lömbum sínum í úttaga snemma vors til að spara fóður. Sauðburður fer nú alferð nánast fram í eða við fjárhús við bæina. Þar auki hefur sauðfé fækkað á þessu tímabili það bil 400.000 fjár, eða helming. Við það missir refurinn spón úr aski sínum því veik og dauð lömb hafi hann góð búbót þessum krítíska árstíma sem vorið er. Sem og skrokka fullorðins fjár sem misferð eðlilega í högum sumarlán. Samhliða eru færri tækifæri fyrir þá fáu refi sem leggja í vana sinna veiða sér lömb til matar. Þessu tengt voru bændur og búali daglega að ferðum haganum í desli fjárins jafnvel með hunda sem einhverjir hefðu eðli til að elta og drepa refi. Slíkt þekkist ekki í dag og mannaferðir úttaga mun fátíðari. Annað fjölgun gæsarinnar í Skagafirði. Heiðagæs hóf landnámi í framhæfum Skagafirði á þessum árum 1970-80 og hefur heiðagæsa vart breiðst allt láglendi Skagafjarðar á þessum áratugum, allt fram til dagsins í dag. Samfara hlýnandi veðurfari koma gæsirnar alltaf 3 vikum fyrir á vorin og dvelja á láglendi fyrstu vikurnar. Þær bætast við á matseðil refsins á þeim tíma sem minnst er ætti að hafa.
Gæsarhagi eru ofarlega á matseðli refanna ef merkja má sýnilegan atburð á grenjónum. Þriðja er fækkun í rjúpnastofnum og eða búsvæðabreytingar rjúpunar með aukinni skógrækt á láglendi sem eru í kjörlendi fyrir rjúpu og eykur við varpsvæði hennar á láglendinu. Sama skógrækt er refunum einnig kærkomin viðbót við veiðilendu þeirra með því lífríki sem vistkerfi skóganna bjóð upp á. Í fjórða lagi er aukin kornrækt í Skagafirði. Urmulla músum eiga sér heimili í og við kornakrana sem í fyrstu snjóum má sjá að refi sækja töluvert í. Gæsaveiðar í sömu kornekrum er á mun stærri skala en gæsaveiðar voru fyrir og falla særðar og dauðar gæsir sem gæsir getur tapa í hluti refanna og annar afræningja. Fleira virðist hafa breyst samhliða þessum breytingum á búsvæðum lágfótu. Kannski hafa refirnir breytt atferli sínu og jafnvel viðhorfi sínu til mannsins, samtíða því að fæðast og alast upp í meira nábýli við menn, jafnvel stuppur á bústöðum manna. Dæmi eru með refagrein í ábúð innan við 500 metra frá bæjum í byggð sem áður var talið algerlega óhugsandi. Virðast þessi láglendisrefi hafi minni ótt af manninum og skýrist einnig mögulega breyttu viðhorfi mannanna til refsins, enda ógnar refurinn ekki afkomum mannanna á þann hátt sem hann gerði, meðan lífsbjörg manna tengdi sauðkindinni öðrum böndum en hún gerir í dag. Ég vil taka fram að ekkert af framansögðu byggir á vísindalegu rannsóknum eða hefur verið mælt á viðurkennda skala vistfræðinnar og ber því að taka slíkum, heldur vangaveltur og viðleitni til að reyna að skilja þær breytingar sem hafa orðið bæði á mönnum og refum. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir. Þetta var frábærlega fróðlegt erindi. Er einhverjar spurningar sérstaklega til Kára? Já, prófa. Takk fyrir þetta, Kári. Þú nefndir að refaveiði núna væri orðin kannski meira svona hobbysport. Á það aðalega við vetraveiðina eða líka grenjavinnsluna? Hvað finnst þér? Það er náttúrulega kortvægt eiginlega, sko. Þetta svona, ég veit að bara af reynslunni að þetta skiptist eiginlega en þetta eru hobbykallar sem eru að þessu seti gammans og stemtunar. Og svo eru hinir sem kannski líta þetta hálfbættin sem þekkskilduvinnu, sko. Þetta er svona eins og að smala bara. Það var að fara að kíkja á greinin sem er næst bæjónum og svo fá þeir einhverja krónur fyrir þetta, svona upp í fyrirhöfninu. En svo er aðeins byrjað líka reyndar að selja útlendingum vetraveiði leyfi. Það er aðeins að fara á stað, sko, á örugglega þegar verður hægt grenjavinnslu. Ég segi þegar ekki er. Þá verður örugglega meiri business í því að flytja inn af því að þetta er svo sjaldgæft dýr að það vilja margir drepa. Takk fyrir þetta. Já, þú komst inn á að tæknin hefði breyst og mann hefði fætt sér hann í nyt. Og að athygli mín að minnst á fjórhjól og önnur tæki og tól sem eru notuð við veiðarnar. En þá vek ég jafnlega athygli á því að refaskiptur hafa ekki leyfi til utanvegaraksturs. Það eru bara hreindýra veiðimenn sem hafa það með undanþágu. Ég hefur engar áhyggjur af því að ég hef bara séð það sjálfur með eigin augum að menn eru að notast við allavega tól og tæki til að keyra utanvegar, jeppa, fjórhjól og svo framvegis og þetta hefur valdið tjóni á nóttu. Hefur engar áhyggjur af þessu. Jú, það er bara hræðilegt þegar menn eru að keyra á grónu landi og skemma það. Mér er alveg jafn illa við hvort sem eru veiðimenn einhver aðeins. Nei, mér bara finnst þetta bara mjög alvarlegt ef það er stundar utan með eftir hvort sem þessir er einhverjir aðrir. Ég hef ekki sérstaklega áhyggjur af þessum mönnum frekar en öðrum, sko. Ég meina þetta er bara einfaldlega bannað.
Já, takk fyrir góði erindi. Nú höfum við reynt að útrýma refnum í 1000 ár, eða rúmlega það. Er einhver þörf á verndaráætlun fyrir refinn? Mun hann ekki alltaf lifa af hvað sem við gerum? Bara lofunum að vera þarna og svo drepum við það sem við viljum og þurfum. Ég held að við bara okkur beri skylda til þess að passa upp á að það verði ekki eitthvað slys með þessi dýr. Við berum bara, þetta er bara okkar ábyrgð þessi stofn og við höfum bara að passa vel upp á hann. Það er mín skoðun. Það hérna stóru þeim og svo fyrst spurningum, sko. Takk aftur kærlega og takk fyrir gott erindi. Nú langar mig að spyrja, því nú ert þú búin að vera veiðimaður í alla þessa áratugi, sko, og það hefur verið þessi umræðum hvernig upplýsingar eru vandamál eða skaða. Hver er svona þín, hversu mörgum sinnum sérð þú dýrbít þar sem þú getur verið 100% viss að það sé dýrbúr eða einkenni þess að eitthvað dýr hafi sé augljóslega dýrbítur? Já, nú veit ég að þið veiðimenn hljótið að sjá það nokkuð vel ef einhver. Já, þetta nú bara mjög hverfandi, sem sagt dýrbítur mjög hverfandi sjaldan. Reyndar erum við búin að skjóta 2 staðfesta dýrbíti í vor, núna bara með nokkuð daga millibili og merkilegt nokk á sama stað fyrir 51 viku kom upp dýrbítur. Þetta er það sem ég held að þetta hafi verið 3 hvítir bræður og ég allast til þess að Esteransity gena styrleika þessara kalla, en þetta er mjög sjaldan. En það er hins vegar allt annað mál með tjónavöldum í sambandi við æðavarpið, sko. Þar er of seint að fara að pæla í því hvaða tjón mun verða. Þeir verða bara einhvern veginn að drepa refinn allt í kringum varpið, því að það vita allir hvað gerist í varpinu þegar refurinn kemst inn, sko. Það verður ekki að vera lengi til að valda stór tjónið, þannig að það er þeirra, en eru þeir bara með málaliða, sko, kemur sveitarfélaginu ekkert við. Nei, þetta er mjög fátítt að refir leggist á fé, mjög fátítt. Kári, og ekki fara langt heldur núna. En þá langar mér bara að bjóða alla viðmælendur til þess að koma hérna og fá sér sæti og við ætlum þá að skipta yfir í aðeins svona umræður hérna. Það er töluvert mikið af fólki sem er að hlusta á netinu sem hefur núna þá tækifæri til þess að senda inn spurningar. Það er ekki hægt að tjá sig munnlega fyrir þá sem er í streymi, en þeir geta skrifað inn spurningar sem verða þá bornar upp hérna eins og eftir því sem tími gefst til. En annars reynum við þetta bara að halda þessu hérna svolítið óformlegu og á sama tíma mjög málefnalegu. En þeim er endilega komum að hafa okkur sæti hérna allsumul. Það er eins og ég myndist á áðan, spurningar til Brús og Nikó geta verið borðnar upp hvað sem er á ensku eða íslensku. En endilega komum að hafa okkur sæti og hún Lilja Laufey er hérna með hljóðnema sem við skulum endilega hérna í salnum hinkra eftir upp og það séu allir sem eru á netinu heyri líka. Það. Þessi við falla með einhvern veginn. Það var ekki. Hvað er niður? Það fara úr salnum.
er versta mál. Heyrðu, þá. Já. Já. Ég skal lesa hana. Spurningin er það tímaskekkja að sveitarfélögin beri ábyrgð á veiðum refa og minka? Væri veiðum betur borgið beint undir Náttúruverndarstofnun? Skúli, vilt þú byrja á? Svo verður það sjálfsagt að aðrir leggja eitthvað til málana. Og svo svona í framhaldsspurningar, það ágætt að það þá, ef þið viljið vísa því til ákveðna manneskju og þið bara takið það fram eða ef þetta almenn spurning þá bara svara sá sem vill. Tímaskekkja, ég veit ekki hvort það í sjálfu sér tímaskekkja. Ég var að geta það í mínu erindi að aldir hafa reyðu verið ábyrgð sveitarfélagana. Ég ekkert endilega viss að það sé tímaskekkja. Ég held að þurfi hins vegar bara eins og ég var að nefna, þurfi að strúktúrera allt í kringum veiðarnar og skipulagið og fyrirkomulagið og sérstaklega og ekki síst tilganginn. Og ég held ég hafi sagt alveg mjög skýrt að það brýn þörf á því að taka það kerfi, allt þetta kerfi til gagngerðrar endurskoðunar. Ég er með eina spurningu fyrir á Skúla. Uppreiknaður kostnaður, raunkostnaður síðustu 20 ár sveitarfélaganna. Hefur hann ekki lækkað? Og ef ég geri fastlega ráð fyrir því að hann lækkar stórlega, endurspeglar það þá ekki áherslu sveitarfélaganna á þessi refaveðar. Og síðan með aðra spurningu til Skúla og Ester og tölfræðinganna gæði gagna, af því að nú er það mikið grenjavinnslu og slíkt. Það var mjög nákvæm skráning á grenjavinnslu hérna í den tíð og spurningin hefur það eitthvað breyst með þessari nýju áætlunum og skilum? Ef ég má bara byrja að uppreiknaður kostnaður sveitarfélaganna, ég veit ekki hvort hann hafi hlutfallslega lækkað. Ég var með tölur þarna áðan, þar sem ég var að tala frá árin 2014 til og með 2025. Kostnaðurinn upp á, 123 milljónir á ári að jafnaði fyrir þessi ár. Ég ætla ekki að fara að reikna það sérstaklega til núvirðis endilega, og þau voru að skila okkur áætlunum sínum fyrir árið í ár og næstu 2 ár þar á eftir. Og þau voru áætla kostnaðinn eins og ég nefndi á þess að sína tölurnar. Tel mig muna það rétt að þetta var á bilinu 200 milljónir til 250, nálgast 250 milljónir á árinu 2028 sem þau gerðu ráð fyrir að verja til veiða á ref. Gæði gagnanna eru ágæt. Við erum að fá heilt yfir. Það er auðvitað bara í þessu eins og öðru. Þetta er mikið gagnamagn sem við fáum frá sveitarfélögunum. Þetta eru skýrslur veiðimannanna frá, eins og Kári var að nefna, þeir gera auðvitað misjafn. Skýrslur veiðimannanna eru auðvitað misjafnar. En heilt yfir eru það bara prýðilega fínar. Og við sjáum það auðvitað stundum einhver á gloppur þegar við erum að taka á móti gögnunum. Það einhver á gloppur en heilt yfir þetta bara ágætt gögn og sem að nýtast bara heilt yfir vel til í vera. Já, ég kannski tek að mér að svara fyrir, nema vilja fá svara á ensku varandi gæði gagnanna. Þetta, eins og Skúli segir, þetta eru mjög góð gögn. Þetta er eiginlega bara betri gögn heldur en búast má við og þegar maður er búin að kynnast aðilum erlendis. Þetta er ekki eina landið þar sem maður hefur verið veiddir, þetta er eina landið sem að grenjavinnsla er stunduð í heiminum. Það tíðkast ekki, en það eru veiðar stundar og það er ekki til svona góð gögn veiðar. Þess vegna segir það, kannski langar að segja það því það er búið að brýna það að forsendurnar séu brostnar og hvort að sveitarfélögin að halda utan þetta. Við minnum að verið 1750 sem sveitarfélög eru stofnuð og þá fer ábyrgðin frá bændunum sjálfum sem greiddu áður dýratoll sem er refatollurinn, en þá fer þetta á hendur sveitarfélagana. Frá því að þetta fyrirkomulag er að sveitarfélögin semji við ríkið
vegna endurgreiðslu og þá eru skilin svo nákvæm. Þannig að ekki hætta því á meðan að við eigum að treysta gögnin, þau eru nefnilega svo nákvæm vegna þess að það er verið að greiða fyrir þetta. Ef að það breytist þá þarf að passa mjög vel upp á að allt sé skráð. Það kom líka aðeins fram áðan í sambandi við lögin, hvort það þurfa, af hverju er þetta friðuð tegund og af hverju er veitt svona mikið af þeim. Það er undanþága ákvæðið er í lögunum segir að ráðherra getur veitt undanþágu frá friðun og heimila veiðar að fenginu umsögn frá Náttúrufræðistofnun og þá Umhverfisstofnun, núna Náttúruverndarstofnun, til þess að veiða til varna tjóni. Ég veit ekki til þess að hafa nokkuð sótt leyfi. Ef það verður gert, sem að stendur í lögunum, þá var þetta líka mjög vel skráð. Þá var líka til mjög góð gögnum veiðisóknina. Þannig að ég veit ekki hvort þú vilt að Bruce svari fyrir líkanagerðina, en gögnin eru virkilega góð, myndi ég segja, sérstaklega úr grænjavinnslunni, af því það mega bara ráðnir menn sérstakir aðilar veiða á grænjatíma. Við erum að taka hérna eina spurningu af netinu áður en að við höldum á hérna í salnum. Og það er varðandi erfðablöndun við búrrefi. Er það þekkt, Anna Bára, hvort að það sé erfðablöndun? Eins og þessa ræktuðu refi. Það er náttúrulega bara birtist-grein. Já. Já, ég get svarað því líka, Ester. Anna bara getur líka alveg svarað því, tæknilega. En það var það er spurt hvort það sé erfðablöndun við búrrefi á Íslandi. Skildi ég rétt? Það er bara komin út grein, þar sem voru tekin sýni úr öllum okkar útbreiðslulöndum, eins og ég sýndi ykkur áðan á kortinu, hvar þessi refir eru, og úr söfnum, feldir af söfnum og feldir úr búrrefum og svo feldir úr villtum dýrum nútímans. Og það kemur í ljós að það sé mjög mikið af, fyrsta greiningin var að það væri mjög mikið af búrrefsgenum í íslenskum tóum. Og menn fóru að spekuleira í hvað getur skýrt það, en það er í rauninni þannig, eins og kom líka fram í erindinu hans einhverjum, vantarlega Bruce, að það var mjög mikið, og í Önnu líka, það var mjög mikið veitt af refum upp úr 1900. Feldur móðureyra tófu var svo dýr 1920 til 1930 að menn fengu árslaun fyrir eitt skinn. Þetta var gríðarlega verðmætt. Og þarna voru menn á ofveiðarefi í Skandinavíu, þeir hafa aldrei náð sér strik síðan líka hér. Og við veiddum líka lifandi yrklinga vegna þess að mórauðir refir voru í tísku. Og þeir, eins og ég sagði annað fyrst, yfir 90% af heimstofnunum eru hvítir. Mórauðir refir voru í tísku og hér voru veiddir lifandi yrklingar á grænjum þegar það var reyndar bannað með lögum, því að það átti að drepa á alla, og seldir til útlanda í refabú. Þannig að hvort kemur á undan, hænan eða ekki, að sjálfsögðu eru búrrefsgen í íslenska stofninum, en þess að þeir eru margir hverjir upprunni þessara búrrefa. Þannig að við seldum mjög mikið af refum. Við jafnvel keyptum þá aftur eða afkomendur þeirra frá Noregi og Bretlandi þegar við vorum með refabú. En upprunni þeirra er líklegast íslenskur. Kannski einhver sem vil bæta það, Snæbjörn varst líka að hluta þessari. En svona á ská og dálítið sérvitisleg spurning frá mér. Ég hef verið dálítið á Vestfjörðum og var í sveit og Fellfjarðar og allt það sko. Þannig ég er dálítið að hugsa refinn þar að hlýtur að lifa mikið á sjávarfangi, stór hluti stofnsins þar. Þá kemur upp í hugan að ég gamall íþróttamaður, hvað skiptir hann geta synt langt í kafi? Vegna þess að ég veit til þess að refir á Vestfjörðum
veiddu sér til matar með því að synda í kafi í sjó. Ég hef vitni með mér, sko, þannig að þetta er ekki vitleysi í mér. Þannig að mér langar að vita hvað geta refir á Vestfjörðum synt langan veg í sjó og getur verið að lifa miklu leyti af vegna þess að þið geta þetta. Takk. Þið syndandi refi í það minnst það ekki? Neða, sjó. Kafi. Já, ég kannski reyna að svara þessu, ég veit það ekki. Það getur haldið niður í andanum lengi. Lungunir er ekki stór, þeir hafa ekki mikið úthald. Ég hef margoft séð og það hefur sést víða líka erlendis og allstaðar að þeir geta synt frá A til B, þeir geta jafnvel synt með bráð í kjaftinum. En ég get ekki svarað hvað þeir geta synt lengi neðan sjávar í kafi til þess að veiða. En kannski þú getur svarað. Sveit 1953 í Hagkoti í Ögurhreppi við Sauðárkrók. Þetta var sunnan til í Breiðfirðinganesi sem er þarna, lítið nes. Og við sáum tófuna labba í róleitanum þarna í fjörunni. Ekkert búin að veiða neitt. Svo sér hún úti fyrir landinu þannig að æðakollan með 5 kollunga. Þetta var sennilega verið í júní. Og kollan verður eitthvað vör við, það er eitthvað stið kemur á kollinu, hún er svo vitlaus samt, hún kallar bara á ungana og þau syndi í hringi, þau eru svona 25 metrar frá ströndinni. Þá fer bara Rebbi hljóðlega niður í sjóinn, ekkert skammt, hann bara lét sig síga niður í sjóinn. Syndi 25 metrar út, kom upp beint fyrir neðan kollinu og drap hana. Beit í hálsinn á henni og syndi með land og síðan labbaði hann áleiðis upp í grenu. Sagan er lengri, ég ætla ekki að taka fundið, sko. Takk fyrir þetta. Það voru 2 spurningar þarna aftan og svo tökum við kannski aðra á netinu. Já, takk öll fyrir áhugavert málþing. Ég er refaskita í Kjós og við vorum líka með Kjalarnes sem okkar ára það var lagt niður á Grenjavinnslu. Var ágætt að Kári nefndi einmitt að tófan sé að færa sig töluvert á láglendi, svona undanfarið. Við erum að taka mjög mikið eftir því að þetta er mikið á láglendi og ekki mikið í háfjallagreinunum eins og er. Heilt yfir landi eru það að taka eftir því að þetta sé háttsemi sem er að breytast. Vegna þess að ég þykist vita það að í landeyjunum þar eru menn hafi ekki undan þar að vinna greni, þar sem áður sást ekki tófa á flatlendinu. Eru þið með talningar á hálendinu eða er það að sjá að henni fjölgi talsvert á láglendi? Ég skal reyna að svara þessu. Við hefum heyrt þetta mjög mikið og í Skagafirði þá fór fram svona, hvað kallar maður, svona case study, svona rannsókn á þessu, það sem var verið að prófa að nota veiðigögn, það sem var verið að skoða hvaða greni voru í ábúð í langri tímalínu og athuga hvort að grenin sem voru í ábúð upp í fjöllunum væru síður notuð eða þau niður á láglendi. Og Hulda Hermannsdóttir sem að gerði þá stúdíu, var bara mjög flott og það er eiginlega tvennt sem að ég geti hugsað mér að skýri þetta, þá svo við höfum ekki alveg fengið, en þetta virðist vera að gerast við það. Og þess vegna höfum við líka kallað svo mikið eftir því þegar það verið að gera samning, hvaða gögn okkur vantar, er að það vantar inn í myndina til þess að geta svarað þessu, er að við fáum bara upplýsingar greni sem eru í ábúð. Við fáum ekki upplýsingar greni sem eru ekki í ábúð. Við erum alltaf að biðja að fá núllin líka, það er að segja hvað var að leita stórt svæði. Þannig að við höfum ekki alltaf upplýsingar hvort það sé leitað upp til fjalla minna en áður, en 2 skýringar á því að tófur sé farnar að fara niður á láglendi kom nú svolítið fram líka í erindinu hans Kára og líka
ef að stofnin fer úr 1300 dýrum upp í 10.000 dýr, þá eru líka refir þar sem að voru ekki refir áður. En við heyrum svolítið oft hérna að það voru aldrei refir hérna áður. Það er ekkert skrítið. Ef að stofnin var svona lítill, þá var hann bara mjög lítið dreifður. Og það voru sannarlega ekki refir áður þar sem að nú voru refir. Þegar stofnin er svo miklu stærri en hann var. Og bráðin þeirra, þessi helsta fæðan þeirra, er líka í meira mæli þarna niðri heldur en uppi. Þá eiginlega svona, segir maður á góðri íslensku, það meikar bara sens að þetta sé rétt, en við höfum ekki gögnin um það nema við fáum upplýsingar um hvaða svæði voru leituð og við viljum gjarnan fá, við geti fengið smá áheyrn frá þeim sem að sinna grænjavinnslu og ég veit hvað tekur langa tíma að leita greini sem ekkert á. Sjálf eyði ég mestum tíma í það, að eyða tími að leita greini sem ekkert á. Þess vegna ef ég mikið skilning á því hvað það tekur langa tíma og þess vegna skil ég ekki af hverju menn taka það ekki með þegar þeir eru að segja hvað eitthvað miklu tími í þetta. Þannig að setja endilega núllinn með og þá getum við kannski fara að svara svona spurningum. Plús líka að nota senditæki sem okkur dreymir um. Eina spurning og svo því að fá að taka netinu og þannig kemur hérna einhver. Takk fyrir aftur. Ég ætla nú ekki að hafa fleiri spurningar en þessa. But this one is in English for Bruce. And first of all, thanks a lot for it looks like a really interesting model. I didn't quite get how many variables are you calculating on and how many iterations are you doing? That's kind of It kind of depends what you count as a variable. I think there are 16,000 variables, but some of those are things like the number of male age 3 foxes that were killed by the Denner hunting in 2012 in the Northwest region. There are 22 parameters controlling the hunting, I think. So that is for the 3 different types of hunting, 3 different age groups, 3 different seasons, comes to about 22 parameters. There's a birth rate for each region, so that's 6 different birth rates. There's measures of natural mortality, I think is 18 parameters. And then on top of that, there's a measure of the variability and so on. So the parameters that are important, 50 or so. And then we run it for 20,000 iteration burn-in, then 20,000 iterations multiplied by 4 chains, and then we thin it a bit. And it seems reasonably stable at that. Thanks. So I think I'll take one question from online, and that's for Bruce, I think, as well. I will then try to translate it for you. Have you taken a look at what would be the changes in the population if we would stop hunting altogether? And then on the other side, what would happen if we did not hunt Denners and cubs at times? Would we see very different trends in the population? So in theory, I could run the model into the future. It would take the parameters that it's found that fit the data from the past and carry that on into the future. And we could try changing things. We could set some of the numbers, but the problem is that the model doesn't know anything about how these different parameters interact with each other. So for example, we don't know if we reduce the hunting and the adult population goes up, the model's not capable of telling us how much the birth rate would go up by to compensate for that, or whether the birth rate would level off. So at the moment, it's not possible to do that sort of hypothetical simulation. So I would be very cautious about doing that at the moment. But if we had different data, potentially we could do that going into the future, but I think it means having more life history data where we would follow individual foxes through their life to see the events that happen in their life and how they relate to each other. Thank you. And if you could keep your answers quite brief so we can use our last 10 minutes wisely. Well, thank you for these talks. I was just wondering, looking at these models, and the results from the modeling showed a sort of decline.
I don't remember when it started, but I was just wondering because one of very important prey species, especially for the inland foxes in the north and the east region, would be the pink-footed goose. And the population there has doubled since around 2000. So you would have expected the population in those areas, especially in the inland foxes, to increase. Have you any comparison between inland and coastal foxes if they are behaving in the same way? So the model works on a regional basis, and there's a mix of coastal and inland, different mixture of coastal and inland foxes in each region, but I don't explicitly model the coastal and inland. I think a study we could do afterwards would be to take the results of the model and compare that with other trends that we have in Iceland, such as the change in the pink-footed goose population. For fish, they tend to do things like they will try to correlate the reproductive rate with the North Atlantic Oscillation or something like that. When I've looked at some things as a sort of preliminary study, I've not seen a great deal going on. And of course, the model could be inaccurate because I'm just assuming that there's a general steady average rate of reproduction with annual variation around that. If there's been a big shift in any region that could potentially increase the carrying capacity, the model won't capture things like that. And therefore, things like a decline that's coming out of the model would not be accurate. And eco-aspects. Yeah, just to rebound on this, there's some simulation I didn't show in the presentation for when we want to look at the contrast for winter and summer, how the links between species are behaving. By doubling the accessibility to geese, either eggs, juveniles, and carcasses, it doesn't percolate too much to a functional change of the foxes. And one of the reasons that could be behind that is that the survival of the juveniles and the pups that have been produced with this input of geese is not much better, because at the time where they really need to catch on prey, the geese have left, and that's where the filter is happening the most. And for areas, especially if I can go for the Canadian Arctic, where we have massive colonies of snow geese, it's not the same species, but the size is about the same. The only close to the colony, you will see a bit of increase of population and a saturation of dens, and a kind of a control of that good stock of food. And territorial animals, they store also a lot of eggs, but that's not accessible for the young ones. And so it's, I think, because of the side of the country, but also the resources on the coast, you have this possible swamping of input from the marine world to the foxes for the winter. That would be the key for the survival. Here. Hæ, mér langaði að spyrja litaafbrigðin hjá röfnum. Sem sagt, þú veist, náttúrulega vita að meirihlutin múrrauður, en ég var að pæla hvort það væri munur á vistkerfunum, hlutfall hvítra litbragðsafbrigðins á land og strandar. Og líka hvernig erfðaþátturinn hjá litaafbrigðinum. Þú veist, hvort erum við að tala ríkjandi, víkjandi, erum við að tala flóknari erfðaþætti? En jú, það er svolítið skipt eftir landshlutum, þetta hvíta og mórauða hlutfall. Það meira af mórauðum svona á vesturhluta landsins, þar sem að þeir náttúrulega eru meira á strandlengjunni og það var minni snjór þar, og eins og myndinni sem að Ester sýndi þarna til að byrja með, að þeir blandast miklu meira inn í fjöruna og steinana þar, og þannig að það meira af hvíta litaafbrigðinu þá svona austur megin við landið.
En já, þú vilt kannski fara í erðirnar á því. Já, kannski bæta við líka þetta tengist svolítið snjóalögum og hún Hafrún Gunnarsdóttir sem var með okkur í verkefninu er í smá breki núna en hún var að skoða þetta líka og það virðist sem að þetta hafi breyst svona með breyttu veðurfari en svona yfir allt þá er algengara að sjá mór eða tófur á vesturhluta landsins, sérstaklega á Vestfjörðum, myndi segja, og það hefur líka svona svolítið breyst, en það er algengara austan megin á landinu og upp til heiða að sjá hvít dýr. En varðandi erfðafræðina þá hefur verið lýst svona mjög einföldu, svona mjög gott að segja þetta svona bara á einfaldan hátt, að þetta sé á ein litning, að mórautt er ríkjandi og hvítt er víkjandi. Þannig að hvítt par getur bara eignast hvítt afkvæmi. En mórautt getur borið hvítt. Þannig að það fer eftir því ef að mórautt dýr parast með hvítu dýri, þá getur alveg helmingurinn eða jafnvel rúmlega helmingurinn verið hvítur af yllingunum. Ef að báðir foreldrar af mórauð en bæði bera hvítt, þá svona 1/4. Þetta er þessi venjuleg Mendelian afbrigði til að flækja þetta, þá er 3. liturinn sem er kallað bleikur á íslensku eða sand eða beige. Hann er mjög sjaldgæfur en ég myndi segja að ég hef ekki séð svoleiðis nema kannski einn. Við fáum kannski svona 300-400, allt upp í 500 hræ á ári og það hefur alltaf verið svona 1 til 2. En það er bara búið að koma 1 á síðasta ári og við vorum með alveg vel fjölda. En síðan annað er að þeir séu algengari hér eða hér. Gotin er ekkert endilega, það er ekkert endilega 90% af refum sem fæðast á Vestfjörðum mórauðir. Ég náttúrulega sé mikið af yllingum á Hornströndum, það er náttúrulega bara mjög lítið svæði og fá got, en við fáum líka mikið af hræjum og þar er ég aftur að biðla til veiðimannanna að skrá litina eða ég mögulega geta. En það fæðist mjög mikið af hvítum yllingum á Vestfjörðum, en það er mjög lítið af fullorðnum hvítum. Þannig að það er greinilega ekki valið fyrir því að vera hvítur. Það er ekki gott sko. En svo aftur á móti annars staðar á landinu þar sem snjóalög eru meiri. Ég veit ekki hvort þetta svarar spurningin. Fylgir það, hlutfalli strandrepsins og landrept. Ef það er eins og þið segja, mikið af strandvistgerðinni á Vestfjörðum, það hærra hluta mórauðan, hvort að er þá hærra hlutfall landsrefsvistgerðinnar á Austfjörðum, Austurlandi og því hærra hlutfall hvítafls, skilji. Já, það er algjörlega. En það er fullt af strandasvæðum austan til á landinu, en það svona bara veðurfræðinni þannig það má eiginlega segja að það sé svona mið-Evrópu loftslag á norðausturhluta landsins sem tengist bara jöklinum og því að snjóalögin eru stöðugri og heldur en fyrir vestan til dæmis það er eiginlega engin innanlandstóa á Vestfjörðum. Það er bara og svo er já, þetta er ekki bara út af því að éta bara sjófugla þá verða það mórauðar. Það er ekki það sem að gerist. Þetta er meira hvernig umhverfi er það í. Þá skulum við reyna að fara að ljúka hjá okkur. Ég ætla að fá að taka eina spurning á netinu og svo fær hún Eydís að eiga síðustu spurninguna í dag. Þessa Eydís, þetta var góð spurning. En hefur megin tilgangur refaveiða verið að verja æðarvarplönd og sauðfé? Þarf ekki að verja varplönd annarra fugla fyrir afránir refa? Viltu taka mjög stutt svar við þessu kannski? Já, eða spil. Ég náttúrulega þekki lögin ágætlega og það stendur í lögunum að ráðherra getur veitt aflétt þessari friðun til varna tjóni á búfé og náttúru. En þetta er náttúrulegur aflæningi þannig að það er mjög erfitt að skilgreina tjón á náttúru sem er valdur, eða sem að náttúrulegur aflæningi er valdur. Þannig að þetta er svona það stendur þarna, ég veit ekki, Skúli, viltu ræða það eitthvað? Engu við að bæta. Nei. En það stendur líka einhvers staðar í að það sé nóg að refur sé til ama.
og ég ætla bara að segja þetta fyrir Kristinn Hauk heitinn, því að hann tugði á þessu. Það er sem sagt nóg að dýr séu til ekkert bara refir, heldur svokölluð tjónadýr, séu til ama, hann orðaði þetta svona, til þess að það sé hægt að aflétta banninu. Bara það sé sagt. Takk fyrir þetta svar og Eydís, þú fannst að eiga síðustu spurningu dagsins. Já, takk fyrir. Mér fannst áhugavert að það kom fram að við höfum verið að nota rúmlega 1 milljarð á síðustu árum í refaveiðar. Það er ekki rúmlega 1000 milljónir akkurat. Á sama tíma það hefur líka komið fram breytingar á búsetu og það er ýmislegt að gerast. Það er líka komið fram að það er ekki mikið af dýrbítum. Ef við ætlum að breyta þessu kerfi, ef við ætlum að því á sama tíma eru gögnin sem veiðimenn eru að afla mikilvæg rannsóknargögn og það kom líka fram. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur, sérstaklega Kári og Skúli, að refaveiðar til framtíðar geti orðið og fyrir hverja? Og í mínum huga fannst mér einhvern veginn mjög skrítið að hugsa það að við værum með alfriðaðan stofn sem við værum að fara að selja einhverja sportveiða á fyrir útlendinga. Og ég veit að þetta er byrjað og þetta ætti ekki að koma fólki óvart, en hvernig ætla refaveiðimenn og vísindafólk að vinna þetta saman til þess að ná einhverjari heildstæðri sýn á hvernig við ætlum að viðhalda þessu stofni? Já, bara gangi ykkur vel með að svara þessu stuttlega. Þetta var risaspurning og tók á mörgum þáttum sem eru mjög afgerandi í bráð og lengd fyrir allan málaflokkinn, held ég geti bara sagt. Já, ég held að samtalið, þessi bara dagur, öll þessi erindi hérna, allur þessi fróðleikur sem við höfum verið að hlusta á í dag. Og leið og ég segi þetta, þá vil ég bara þakka fyrir mig og þakka ykkur fyrir að bjóða okkur að vera með í þessari dagskrá. En það sem að þetta grundvallast á, það er þetta samtal sem er svo mikilvægt í framhaldinu. Við alla þessa hagsmunaaðila í ljósi þessara upplýsinga, í ljósi þessara gagna sem að hér hafi verið gerð grein fyrir, þá þarf að mínu mati, eins og ég var að nefna í mínu erindi, heildstæða gagngera endurskoðun á tilgangi og svo framvegis. Hvernig þessu verður háttað í framtíðinni? Ég held að stjórnunar- og verndaráætlun í kjölfar ítarlegs samráðs og samtals sem verður þarf að vera ítarlegt, þarf að vera flókið eða verður flókið, ég sé það alveg fyrir mér, að gera stjórnunar- og verndaráætlunar mun svona svolítið ráða framhaldinu og leið þróun á stofnlíkanu. Við þurfum að huga til þess og öll höfum við talað fyrir því í dag að varðveita þennan mikilvæga stofn í íslenskri náttúru og við þurfum að passa upp á hann og varðveita og ef það á að vera nýting með einhverjum hætti þá þarf hún að vera fyrst og fremst náttúrulega á sjálfbærum forsendum. Ég held að sé svolítið tæft á því í dag með það sem við höfum verið að fara yfir. En samtalið er mikilvægt og þess vegna er stjórnunar- og verndaráætlun sem við höfum talað svo mikið fyrir hjá Náttúruverndarstofnun og við ykkur hjá Náttúrufræðistofnun og víðar. Ég held að það sé grundvöllurinn fyrir því að skipuleggja framtíðina. Já, ég sé það alveg fyrir mér að innan örfára ára verður grenjavinnsla hætt. Mögulega, sem sagt aðalega held ég bara út af viðhorfsbreytingu og þá færast veiðarnir yfir í vetraveðina. Það er svo sem, ég spái því. Svo getur vel verið að Ester láti bara veiða eitthvað smá hérað til að hafa samanburðarrannsóknir. Þó að grenjavinnslan er hætt, þá er hann kannski haldið áfram með á einhverjum landshluta til þess að sjá hvort að gerist eitthvað annað þar heldur annars staðar. En ég held að lögunum þurfum náttúrulega að breyta því að
þessar undanþágur út tjón undanþágur og tilfinningalegar undanþágur og guð má vita hvað undanþágur eru marklausar og hafa enga þýðingu, menn náttúrulega munu og eru að skjóta refi út allt. Það heldur áfram líka, saman hvaða lög verða sett, en þegar ríkið að borga fólki fyrir að gera þetta, þá er nú lómakallar að fara saman það sem stendur á blaðinu og svo það sem praktíserað. En takk fyrir. Takk Kári, ég held að hún Ester ætla að fá að eiga hérna smá lokaorð. Á ég spyrja spurning. Við erum komið fram yfir á tímanum þegar, þau voru að sópa okkur upp með ruslinu hérna. Hvað segir þið? Má ég spyrja spurning? Ég bara hugsa þetta að því ég þegar hann Gunnlaugur, þetta er ekki Gunnlaugur, hlaupari var fjármálastjóri hjá sambandinu, fór ég með honum í að uppreikna kostnað við refaveiðar á vegum sveitarfélagsins og ég hef haldið þeirri formúlu gangandi, við erum komin upp í 4 milljarða frá friðun. Mér langar að spyrja, ég veit ekki hvort það ykkur hérna frá sveitarfélagum, það fullt af pening fyrir skattfé og það oft verið að tala að við erum að reyna að fá pening til þess að gera rannsóknir og okkur tókst að redda smá pening núna og þið sjáu hvað gert mikið fyrir smáur. En ef grænjavinnsla hættir, væru sveitarfélögin til í að fjárfesta í að borga sömu mönnum fyrir að aðstoða okkur við að safna gögnum á sama hátt og við gerum í friðlöndum, að heimsækja greni, skoða hvað eru mörg ábúð og hver gotstærðin er. Fjöldi gota og gotstærð á landsvísu, við höfum fullt af mönnum sem kunna að gera þetta, væri yfirvöld til í að borga fyrir það og dýrin væri á lífi áfram til þess að safna gögnum hvað gerist ef við hefum ekki veit. Ég væri rosalega ánægð ef það myndi gerast, allavega á einhverjum svona afmörkum svæðum til þess að skoða, af því við höfum verið að skoða þetta í friðlöndum, þau eru bara svo lítil og þetta er sérhæft starf sem að bara þeir sem kunna til verka, það er svo margir það núti sem kunna til verka og mér er svo mikið sóun að við erum að reyna að þjálfa einhverja fræðimenn í að gera þetta. Þetta er rétt af fólkið til þess að safna þessum gögnum ef það væri til peningur og væri gaman eða væri vilji til þess að greiða álíka mikið fyrir grænja surveys eða svona athugun á grænjum. Ég bara biðla til þó að væri helmingurinn að því. Það er kannski einhver líka að hlusta á netinu sem getur þá sendið tölvupóst og svarað þessu. Ég veit það eru fleiri spurningar bæði hérna í salnum og eins á netinu en við ætlum nú samt sem áður bara að segja að þetta er gott. Ég er bara að vísa til þeirra sem hér sitja að þið getið haft samband við þau með ýmsu leiðum eða klófestu hérna á eftir. En bara takk aftur til ykkar allra sem að voru með þetta erindi. Þetta er búið að vera einstaklega fróðlegur og skemmtilegur dagur. Takk fyrir.